Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hér gest og fáum að kynnast honum og kannski spegla okkur í leiðinni í einni mannesku. Nú er hingað komin Sóley Tómasdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert á landinu núna? Já. En þú ert flutt út? Jáp. Ég er samt með annan fótinn hér. Já. Eiginlega smá á báðum stöðum. Já. Þegar þú komst þetta inn á þann þá rifjast upp fyrir mér að þetta hafi verið Hallgrímur Helgason sem sagði það einhvern tímann að þeirra ég held að það hafi verið Sjón sem hafði búið eitthvað erlendis og flutti svo til Reykjavíkur. Það er svona, veistu, við erum svo fá, þetta bara munar þetta, að fá Sjón eftir þeim. Þannig það er munar að þú sért ekki hérna á landinu. Já. Já, það er aðeins verra. En svo ég ætla að koma á ykkur samviskupið. Nei, ég meina, ég kem hérna heim og vek einhvern smá usla í hvers skipti. Ég reyna, já, og líta á það sem mitt framlag. Já. En þú ert gift hollensku manni og er þetta samkomulag ykkar á milli að nú sé hans tími kominn? Nei, það var eiginlega alltaf það var alltaf meiningin að flytja þangað og kannski ekkert endilega hans vegna eða mín vegna heldur meira krakkan okkar vegna. Ég meina það er náttúrulega stórkostleg forréttindi að eiga 2 þjóðir, eiga 2 lönd og 2 menningar heima, þó þessu líkir. Og það var það er náttúrulega miklu betra að ala upp börn hér heldur en í Hollandi. Þar er bara ennþá ofsalega mikil mæðrahyggja, lélegt dagvistunarkerfi, bara vantar mjög mikið upp og miklu minna frelsi. Þannig að við vorum alveg sammála það að börnin okkar myndi alast upp fyrstu árin hér, en svo var alltaf stefnan tekin á að flytja til Hollands. Svo var það 2016 þegar dóttir okkar er 16 ára og við erum eitthvað að spá í að fara að skipta eldhús og þá segir dóttir mín sirka orðrétt, bara ef þið ætlaði að kaupa ykkur hamingju með því að kaupa nýtt eldhús, af hverju gerið þið ekki eitthvað aðeins ævintýralegra? Nú er ég alin upp við það að ég sé alveg að fara að flytja til Hollands, ég er 16 ára, ef þið ætlið einhvern tímann að flytja með mig til Hollands þá þurfum við að fara að gera það. Og við gerum það. Það er ennþá sama eldhúsið þarna í húsinu sem við byggum. En þeir eru að setja upp eldhús í öðru húsi? Já, reyndar. Náttúrulega erum mikið að setja upp eldhús. En eldhúsið er algjör líkill að hamingjunni? Já, bara kaupa eitthvað dýrt. Það sagði ykkur, ég man ekki hvað það var, eitthvað svona sirka minni kynslóð eitthvað að það er frábært að vera barn á Íslandi, það er ömurlegt að vera unglingur. Það var eitthvað til minni kynslóð kannski skemmtilega unglingur núna. Það var allt svona þröngt og fátt í boði, það er svona tilfinning sem að kannski hún farin. Ég veit það ekki, ég held að skipta engu máli hvar í heiminum það er, ég held að það sé bara ömurlegt að vera unglingur. Ég man einhvern tímann og sonu minn ægilega með þessu nefnir hvað lífið væri ömurlegt þegar hann var 14-15 ára. Og segir einhvern veginn í einhverju örvæntingu bara, mamma, þetta er að vera bestu ár lífs mín sem ég líður ömurlega. Og ég leiðrétti þann miskilning mjög hratt að auðvitað er það bara ekki gott að vera unglingur. Það er ekkert gaman að vera unglingur. En það er alveg rétt að það er frábært að vera barn á Íslandi og ég sé hvernig og kannski í Skandinavíu, því svo sem sé það líka í Noregi og Svíþjóð og Danmörku, en í Hollandi eru börn fara eiginlega ekki, og bara ekki, ein út að leika. Þau eru stöðugt undir eftirliti foreldra og það er alveg ofboðslega rík áhersla á að mæður séu stór hluti af lífi barna sinna. En eru við ekki á leiðinni þangað hérna á Íslandi núna? Mér finnst það svona stemmingi svona þetta fyrir 5-6-7 ár. Jú, og ég meina það er náttúrulega ákveðið bakslag í gangi hér, en það er ekkert bakslag í Hollandi, það hefur aldrei neinn framför átt sér stað. Þannig að framfærirnar sem hér áttu sér stað í kjölfar rauðsokka og kvennalista og erlista, það urðu aldrei þar. En svo er börnin líka færri í dag. Þegar mér var sagt að fara út að leika, að þá fór ég út í samfélag þar sem þriðjungur íbúana voru börn. Núna eru kannski 17% íbúana börn, það munar það. Það voru bara flæddu börn út öll hús og börnin áttu bara sér veröld. Það voru svona sveimur svolítið í hverfunum. Og bara veröld, og félög og bara alls konar, bara sjálfstætt samfélag barna. Enda það sé ekki í dag svo. Nei. Sem miklu meiri svona skipulaðri, en við erum eitthvað leitið að fara þarna. Já. Þetta frelsi að vera barn á Íslandi er helst að fara þá í einhverja lítið sjávarþorp. Þetta leikið í fjörunni. Já, ég meina börn fara inn út að leika í Reykjavík. Það gerðu það ekki í litlu borginni sem ég bý, sem er samt bara mjög svipuð Reykjavík.
En þú hollensk ekkur liti? Er ég hollensk? Já. Nei. Tengdadóttir Hollands? Eru þið sagt við á Íslandi? Við erum alls konar tengdadætur og tengdasýni. Jú, ég er tengdadóttir Hollands, einn þeirra. Ertu inn í svona hollensku samfélagi? Eða ertu útlendingur? Nei, ég er dálítið mikill útlendingur. Mér finnst það svolítið, og það er að mörguleiti val, auðvitað er ég inn í hollensku samfélagi einhver leiti. Ég er félagsverða og ég set mig inn í hluti og allt það, en ég er ekki nærri, ég set mig lítið inn í pólitíkina, passa mig að vera ekki aktív í henni og það er vegna þess að mér langar það ekki. Það er, ég fór náttúrulega frá Íslandi til þess að fá frið. Og ég fékk hann þar, í Hollandi veit enginn hver ég er, í Hollandi er ég bara manneskja með mína skoðanir einhverstaðar, ég fer bara út í búð og það veit enginn neitt mig og hefur enginn neina skoðun á mér. Og meiri segja vinir mínir þar og fólk sem ég er í sambandi við, það veit ekkit endilega að ég sé þykki eitthvað eðslega róttæk og skoðanaföst á Íslandi. Af því að mig langar ekkit endilega að vera svo típa þar. En ég lifi svolítið tvöföldu lífi. Og hluti af því er að vera, ég er virk og fylgist mikið með hér en ekki þar úti. Það er bara svona svolítið bómullin mín. Þetta að vera svona útlendingur, þá er maður svona hálfgert svona ómark einhvern veginn. Ferðu ekki til svona, þetta er ekki svona billegt einhvern veginn að vera í samfélagi og svo er maður ekki náttúrulega eins læs á samfélagið eins og maður er á sitt samfélag. Nei. Að hérna er maður með svona næma, maður skilur náttúrulega ekki samfélagið þess að maður er. Nei. Og ég meina auðvitað við lendum í alls konar vandræðum út af því, maður kann ekki alveg á kerfi, maður veit ekki hvar á að sækja leyfi, maður veit ekki, það er alls konar eitthvað svoleiðis, en ég er svo mikil forréttindakona. Ég er svo rosalega mikil forréttindastöðu að vera einhvern veginn í svo virku sambandi við heimalandi mitt og koma hingað svo oft og fá allt sem ég þarf út úr samfélagslegri virkni hér og ég er nógu mikið inn í hollensku samfélagi, ég er nógu lík hollendingum, maðurinn minn er hollendingur, þannig að ég missi af rosalega litlu. Ég er ekki jaðarsett í Hollandi. Þú segir við sem lík hollendingum, ég er svona aðeins yfir meðalhæð og eins og hollenski kallar og það er til þess að það er breytt núna, unga kynslun og orðin miklu hávæsnari. Þegar ég var yngri þá gæti ég farið inn í búður og keypt með föt í Hollandi og var alltaf til skotnir í mínu númer og svona sem voru ekki, voru alltaf búnir hérna. Þannig að einhver leiti eru við svona lík og líka maður gæti, en hollenskan er alltaf svo furðulegt tungumál að maður situr kannski og verður að tala við einhverju að tala hollensku á næsta borði, hljóma stundum eins og þýska, stundum eins og enska, stundum við þegar við tölum íslensku spyrðu eru þau hollensk því að það hljómar eins. Eru þið eitthvað lík hollendingum? Já, hreimurinn er líkur, það er rétt. Nei, að öðru leiti, ég veit það ekki, það er þannig þegar maður flyttur til annars lands að þá breytast skoðanirnar gagnvart þjóðinni eftir því hvað maður er búin að vera lengi. Einu sinni fannst mér bara allt betra í Hollandi, allt frábært í Hollandi, svo kom tímabil þar sem mér fannst allt hræðilegt í Hollandi og einhvern veginn verra. Núna er bara, nú er ég eiginlega hætt að bera þjóðirnar saman, bera löndin saman. Þetta er eiginlega bara 2 sjálfstæð fyrirbæri sem að ég er rosalega lítið upptekin af því að skoða hvað er sameiginlegt og hvað er ekki sameiginlegt. Ég er bara góð í að flakka þarna á milli. En Stundu sérðu ágalla okkar ef þú ert eitthvað annars þar. Já. Og ég meina auðvitað er það þannig, en fyrst og fremst er auðvitað náttúrulega bara 2 vestræn samfélög sem eru bara að þróast með mjög sambærilegum hætti, þar sem að við reynum og teljum okkur báðarsar þjóðir telja sig vera aðeinslega opnar og frjálslindar og uppteknar af velferð og einhverju og svo vitum við bara að það er ekki þannig. Nei, svo er þetta römmíaldsemi sem er þarna óttin við breytingar, óttin við það sem er öðruvísi, sem er aldrei af áhrif á hollensstjórnmál, sem þú sést ekki fylgjast með, en ég ætla ekki að spyrja það. Jú, ég meina auðvitað fylgjast í með þeim. Það er svolítið svakalegt að sjá sveifluna hvað hún er mikil. Já. Mjög hræðilegt og ég meina þetta er náttúrulega það sem er að gerast í Evrópu almennt og óvissa hvert þetta getur farið. Já, og ég meina ef að Trump bætist við í þetta allt saman þá náttúrulega, ég meina síðast þegar Trump var kosinn að þá átt hann svo fá að samherja
Núna svo mikið að fólki komið til valda í Evrópu sem að hann getur tengt við. Já, sem hún mæti bara á fundi í Repúblíkaflokksins sem voru að tala sama mál, þessi sama barátta í Evrópu og í Bandaríkjunum. Orbán og Meloni og... Já. Og ég meina, ég sé líka bara hvernig Geert Wilders hefur einhvern veginn náð til ótrúlegasta og venjulegasta fólks út í Hollandi og það hefur og ég sé hvernig þetta svolítið að gerast með sambærilegum hætti hér, við erum aðeins og eftir en það einhvern veginn ótrúlegasta fólk sem að farið að tala með hætti sem að ég hefði aldrei trúað að mætti tala með fyrir bara örfáum árum. Einhvern veginn, þannig að það mér finnst þetta eiginlega óhugulegast að hugsa til framtíðarinnar á Íslandi út frá því sem hefur gerst í Hollandi frá því að ég flutti þangað. Ég var átti erindi til Álaborgar, Jótlandi, 2003 held ég og var þar að skoða svona ritstjórnarkerfi. Var að leita ykkur svona bara ykkur sem hefur þróað það sem hentaði svona tiltölulega litlu blaði og var þá með fréttablaðið og var að skoða bara kerfið og skoða hjá þeim og svo eins og oft þá var svona okkur boðið þarna gestunum í kvöldið. Og svo voru þau bara að tala svona hitt og þetta og svo allt í einu þá bara byrjaði að tala svona bara svona rasisma. Og ég hefði bara aldrei lent í því bara í lífinu að einhver bara flaggi sínum rasisma þarna. Þarna var ríkisstjórn Anders Fogh Rasmussen kannski búin að vera í 1,5 ár og búin að taka danska þjóðarflokkin inn og allt í einu var þetta orðið það boðlegt að þú ert með gesti frá öðru landi og þú fer bara að flagga skoðunni þínum á hvað múslimar eru hættulegir og eitthvað svona við ókurut fólk. Ég hef bara aldrei ekki lent í þessu. Ég hef verið unnið í sjó og verið í alls konar messum og vinnuskúrum og ég hef bara aldrei lent í þessu. Og ég var bara, ég manni þetta ennþá, ég var svo sjokkraður. Hvað gerðist í Danmarku? Þannig þetta er að gerast í Hollandi. Já, og hérna heima. Það bara þannig. Og rasismi, þú veist, þetta hundaflautan sem var notuð til þess að í rauninni, hvað maður að segja, undirbúa jarðveginn fyrir beinan rasisma, hún hefur bara virkað mjög vel og alveg þetta að verða að mainstream tungumáli hér og ég mun við sjáum bara hvernig það einhvern veginn farið að tala bara hjá flokkum sem einhvern veginn tengdu svo við vinstri pólitík að kerfið sé komið að einhverjum þolmörkum og ég veit ekki hvað ég minna, þetta ekkert annað en rasismi og ótti. Og segja svo skynsemi, þannig að við viljum að bara skynsama stefnu sem að því að þessi skynsemi að taka upp andmannúðina. Já, ég minna það náttúrulega bara tónpólising, það ekkert, hefur ekkert með skynsemi að gera. En Svona, hefur alltaf verið pólitísk? Já. Er þetta pólitíkin þín, hún tengd svona persónuleika þínum? Ertu svona, áttu erfitt með svona autoritet? Ertu búin að vera í uppreisn alltaf? Er það þannig? Já, en ég veit ekki hvort að persónuleika, ég veit ekki hvað er meðfætt og hvað er uppalið. En ég hef alltaf verið hvött til þess að vera óþekk. Það hefur einhvern veginn verið svona mantran í bæði af foreldrum mínum og og afa og öllum þeim sem hafa komið uppelda mínum sem kannski óþarlega mikið af fólki líka. Að þá hef ég alltaf verið hvött til þess að vera sjálfstæð og alltaf þótt frábært að ég hafi einhverja skoðanir sem hafa kannski verið skrýtnar eða öðruvísi eða erfiðar. En af hverju þeir þetta fólk að þessi betra að vera óþekkur? Ég veit að þú verður að spyrja þau að því. Nei, ég meina ég held að þetta sé einhver svona hluti af því að bara vera ekki hluti af kerfi, vera alltaf tilbúin til þess að gagnrýna, til þess að velta fyrir sér hvort að maður geti bætt. Og ég held þetta sé í alvörunni, þetta ekki til þess að einhvern veginn vera á móti kerfinu sem slíku, heldur þetta leiðin til þess að bæta heiminn, held ég. Að vera alltaf tilbúin til þess að hugsa með öðrum hætti, vera alltaf tilbúin til þess að rýna í hvort að það sé hægt að laga eitthvað. Og þetta svo sem það sem ég kannski hef tekið mest með mér úr mínum aktivisma og minni pólitíki í gegnum tíðina sem ég hef háð með ýmsum hætti að það þetta með að vera alltaf tilbúin til þess að skoða hvort að það sem að við teljum vera viðtekið og teljum vera eðlilegt í dag sé kannski eitthvað sem að komandi kynslóður munu hlæjað. Þú veist, að því að einu sinni þótti bara alveg eðlilegt og sjálfsagt að konur hefði ekki kosningarétt eða svart fólk fengi ekki að fara í háskóla eða að fatlað fólk væri lokað inn á stofnunum. Og það var enginn sem gagnrýndi, það var enginn sem velti því upp, það var enginn sem hafði einhverjar efasemdir að ef að samfélagið var búið að ákveða einhverjar reglur þá ættu við bara að fylgja þeim.
og það í rauninni held ég það dýrmætasta sem hefur verið alveg upp í mér að ég eigi og megi vera gagnrýnin á þetta. Stundum hefur verið gagnrýnin á eitthvað sem hefur kannski ekkert endilega verið sanngjarnt eða ekkert, þú veist, ég hef verið komið staði og jú, þessi regla var kannski bara fín eftir allt saman. En í mjög mörgum tilfellum hef ég haft efasemdir eitthvað sem ég stend ennþá með að sé ósanngjarnt í lífinu. Þú veist, eða í samfélaginu eða í aðstæðanum sem ég í hverju sinni. Og ég þurfi ekki að endilega lúta reglum sem að mér finnast ósanngjarnar. En ef það eru bara megin þorrin sem að sætti sig við óbreytt ástand, akkur það þitt hlutverk að reyna að breyta þessu? Það okkar allra. En það ekki allir í því. Nei, en ég meina, og það kannski mín blessun að hafa fengið hvatningu til þess að gera það og það væri náttúrulega bara óskandi ef fleira fólk gerði það. Æli börnin sinni upp þannig að það ætti eða mætti setja spurningamarki við. Ætti, eða ekki? Bæði, þú veist að segja á hann, ætti. Já, ætti eða mætti, þú veist, við þurfum að vera allavega, leyfa okkur að hugsa aðeins út fyrir bóksið og það það sem ég hvet fólk til þess að gera í því sem ég að gera í dag, ef ég að halda fræðslur á námskeið eða eitthvað, þá það kannski það sem mér finnst mikilvægast að fólk taki með sér eftir námskeið hjá mér, það að það hugsi með gagnrýnum hætti það sem að þau eru vön að gera dagstælega og þær reglur og þau viðmið sem eru á þeirra vinnustæði í þeirra aðstæði. Og að viljinn til þess að gera betur sé eiginlega efniviðurinn í að búa til betra samfélag. Já. Það sé ekki viljinn að setja sig við eða benda á hvað við þó náð miklu eða öðru slíku. Það þessi sem getur verið erfitt að lifa á því þú ert ekki að lifa í heiminum sem þú ert að stefna að. Þannig þú ert svona hálf heimilislaus. Já, en það náttúrulega samt mikilvægt og ég meina við þekkjum það öll sem höfum verið í einhvers konar svona baráttu eða aktivisma að þannig að hætta á því að við brennum út. Þannig að það auðvitað líka mikilvægt að minna sig á það öðru hverju að við höfum náð langt og við höfum gert alls konar, við höfum náð árangri. Þannig að það er ekkit bannað að gleðjast yfir því og það eiginlega bara mjög mikilvægt að gleðjast yfir öllum litlum skrifum og öllum litlum sigrum en það þýðir ekki við höfum að stoppa. Og mér finnst kannski einn mikilvægasti lærdómurinn og mistök sem að ég tók þátt í að einhvern veginn framkvæma með gerir mistök það að þegar ég byrjaði í borgarstjórn 2006 að þá voru kannski held ég 2 borgarfulltrúar sem höfðu verið frá því Erlistinn tók við en allt annað fólk, bæði embættisfólk og allir borgarfulltrúar voru rosalega upptekin af því að Reykjavíkurborg hefði náð stigið svo svakalega stór skref í dagvistunarmálum að það væri svo frábært ástand af því að Erlistinn hefði gert svo frábæra hluti. Það var 12 árum áður sko. Kannski komið tíminn til endur. Nei, sko það var 94, þetta var 2006. Já, ég 12 árum, ekki? Jú. 12 árum. Jú, akkurat. Og það hafði ekkert breyst frá því þá. Ég hætti 10 árum seinna og ég var ennþá sannfærð að Reykjavíkurborg væri svo frábær. Í staðinn fyrir að auðvitað þurfti að halda áfram að þróa þetta dagvistunarkerfi og í dag náttúrulega bara skömm. Og taka upp önnur mál líka. Þetta eiginlega sorgarsaga Erlistans það að þau náðu árangri þarna í þessu. Og svo bara lifað á þeim... Hugguðu sig við það endalaust. Já, það var svo bara lifað á þeim árangri og fullt af fólki sem kom aldrei að þessum breytingum sem var ennþá að lifa á árangri einhvers annars fólks. Og það eitthvað sem að ég hef lært mjög mikið af núna, veit að maður á ekki að gera, þó svo við höfum náð einhverjum árangri og þá getum við haldið áfram. Þetta alltaf að fara svona áfram. Eins og sagði maður mér að sko að því maður alltaf að stefna áfram og maður alltaf vilja að berjast við eitthvað sem næstu í óviðráðanlegt og bjargi getur verið rosalega hátt og kannski bara óraunhæft að þú náir árangrið og horfir alltaf svona fram og endan þá kemur það fyrir stund þar sem þú bara þau fallast bara hendur og þetta alveg fara að gefast. Þá máttu kíkja við öxlina og segja, nei, hvað er búin að gera mikið? En þá máttu bara gera það í smá stund því að það að sækja orkuna til þess að geta haldið áfram. Þannig þetta er svolítið miskuleg sín, en að einhver leiti hún svona, sko. Þú verður alltaf að vera bang, 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 bang og farið takmarkaðan árangur og stundum virkar þetta eins og það sé bara streð fyrir engu. En þá máttu kíkja, en ef þú ert alltaf að kíkja, þá náttúrulega hættur að sækja fram með þess að kannski saga Erlistans. Já, en það samt sko, það má líka alveg taka pásur og það bara mikilvægt að því að, og ég meina ég lærði það bara the hard way að allt í einu var ég bara búin með alla mína orku, gat bara ekki meir og
það bara eitthvað sem að bara gott. Ég tók bara þarna pásu, fór, hvarf, gerði ekki neitt í einhvern tíma og kom svo bara fílal tilbaka. Og það það sem hún segir, ég man aldrei hvað hún heitir. En þetta hættulegt, sumir ná ekki að koma tilbaka. Nei, þetta ekki. Stundu getur sko að þú gengur svo fram að þú eiginlega næstuð í umbreytir sko karakterðínum. Þú finnur ekki aftur sko orkuna. Nei, og ég meina, og það náttúrulega bara mjög vont og það þetta kannski ekki því fólki að kenna, heldur meira bara samfélaginu sem tekst að brjóta þetta fólk niður. En hvað heitir hún stand-up konan frá Ástralíu, einhverju eyju, Tasmaníu, ég man aldrei hvað þetta, hún Tasmaníu, þar sem að... Já, hvað heitir hún sem hefur komið hefur með Netflix uppistandið, en hún segir, there is nothing stronger than a woman who has been broken down and built herself up again. Og það nefnilega, þú veist, þegar maður tekur bara pásu, fer andar aðeins inn í, hugsar, ok, hvert hef ég náð, hvað hef ég gert, hvað langar mig til að gera, og koma svo tilbaka. Þetta hef ég séð hjá svo mörgum konum, ég hef gert þetta sjálf og svo margar aðrar konur sem hafa einhvern veginn bara þurft svolítið að endurnýja orkuna sína að við verðum alltaf sterkari ef við náum að koma tilbaka. Það frábært að fara til helvítis ef maður ratar þar út. Já. Það náttúrulega ekki gefið að maður ratar út. En ég meina, enginn okkar fer til helvítis af sjálfstæðum og ekkert af þessu gerist að því okkur langi til þess. Þetta ekki slæm reynsla ef maður nær... Ef maður nær að vinna úr henni, þá það... Og þá hægt að byggja á alls konar, sko. Já. Nota það. En þetta talaði svona, persónulega baráttu, Guðrún Hallgrímsdóttir var í síðustu helgi og svona fyrsta kynslóð rauðsókunar og ég var aðeins að spyrja hana sko að sú kynslóð hvort það ekki þurfti að sko að endur skilgreina sjálfa sig sem konu af því að þeir eru í ykkur samfélagi þar sem að sko sú mynd sem haldið á því hvað að vera kona það gagnast þér ekkert, þannig að þú verður endur skilgreinaði og hvort það hefði verið í þeirri baráttu svona svipað og í svo mikilli mannréttindabaráttu svona að koma út úr skápnum að þú þarft að gangast við þér að þú þarft að gangast við þér sem kvenréttindakonu og koma fram þar og það sé svona persónulegt skref sem eiginlega óhjákvæmilega fyrsta skrefið til þess að geta tekið þátt í baráttunni. Henni fannst þetta ekki óvitlaust en ég fór að velta fyrir mér sem þú af allt annari kynslóð. Er það samt þannig að kona sem að standa í kvennabaráttu að þetta sé þetta ekki eins og svona hugmyndur samfélag eða stjórnmál þetta persónulegt mál þannig sem ég þarf að endur skilgreina hver ég er. Já, sko ég tengi ekki við þetta sjálf en ég veit og ég tengi við þessar hugmyndir þínar en persónlega hef ég aldrei gert þetta. Ég veit ekki hvaðan það kom, ég hef bara alltaf verið svona. Þannig að þú varst kannski með nothæfari hugmyndum hvað væri að vera kona heldur en kannski jafnvel konur af þinni kynslóð. Já, ég held, sko, það sem ég tengi við það sem þú ert að segja núna er ekki endilega að konur hafi þurft að skilgreina sig sem konur, heldur það að vera feministi það hefur kannski ekki endilega með kvenleikan að gera, allavega ekki meðvitað, heldur meira stöðu í samfélaginu. Já, og kannski meira bara að skilja og fatta og það er rosalega mikið, ég tengi eiginlega meira við sko ótrúlega margar konur sem hafa talað að og spurt mig bara hvenar komstu að því að þú værir feministi, hvenar varðst þú feministi og rosalega margar af mínum baráttusystrum og kvárum og fólki hafa talað að vita hvenar það gerðist, hvað það var sem varð til þess og í mörgum tilfellum er það einhvers konar ofbeldistengt, eitthvað sem þær hafa orðið fyrir einhverjar veggir sem þær hafa rekist á en og það einhvern veginn gerði þær að feministum. Sem svona uppgötun. Já. Sannleikurinn uppgötun. Já. Og síðan einhvern veginn átt að sjá því, þú veist, er þetta þá feminismi, hvað ætli ég að gera í því, hvernig ætli ég að vinna úr því. Og það hefur verið alls konar ferli, sko.
Ég hef, eins og ég segi, aldrei tengt almennilega við þetta en að því að það eru svo margar sem að ég þekki sem hafa gert þetta þá, eða farið í gegnum þetta að þá skil ég að þetta til og auðvitað kvenleikinn hluti af þessu og auðvitað mjög margt en flest af þessu snýst samt nákvæmlega þetta sem við vorum að tala í upphafi að átta sig allt í einu á því að viðmiðin sem að ég hef alltaf samþykkt og tekið þátt í að viðhalda ekki sanngjörn og á einhverjum tímapunkti og henda mér ekki. Já, ekki bara mér, heldur eru bara ekki sanngjörn. Og það ekkert endilega, þetta snýst ekki endilega alltaf persónlega reynslu, heldur að átta sig á bara þetta samfélag ósanngjarnar enn í bjóst við. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að mikið af fólki átta sig á núna til dæmis með harðari útlendingastefnu íslenskra stjórnvalda. Það allt í hann að fatta bara þetta ógeðslegt samfélag. Ég ætla að taka þátt og fullt af fólki sem að kannski taka þátt í mótmælum í fyrsta skipti núna á þessum síðustu misserum. Og það sama á kannski við þetta og ég meina á feminismi alltaf þegar það hafa risið upp bylgjur þegar feministafélagið var stofnað, þegar kvennalistin var stofnaður, þegar það hefur eitthvað svona gerst að þá hafa konur átt að sig bara, jú, heyrðu, ég feministi og ég ætla að taka þátt í þessu en líklega vegna þess að breytingin líka svar einhverju sem raunverulega til í samfélaginu þess vegna verður breytingin til þess að fylgja fleiri konum. Já, en það eru ýmsar ástæður fyrir því að fólk fattar að feminismi mikilvægur og til í að leggja málstafnum leið með einhverjum hætti og auðvitað felur það svo í sér, þú veist, hversu langt og það kannski meira snýst ekki bara kvenleikan heldur svona persónulegu stöðuna hversu langt til í að fara í þessari baráttu. Hversu róttæk þori ég að vera vegna þess að við vitum það að ef þú ferð langt og þú segir eitthvað róttækt að þá eru allar líkur á því að þú verður bara niður. Þannig að þannig höfum við höfum fylgst með samfélaginu berja niður þær konur sem hafa verið í frontinum á femínískri baráttu alltaf. Þannig að það að sko hversu langt konur þora að fara kannski erfiðasta spurningin. Bara hvar þori ég að tala, hvar þori ég að mótmæla, hvenar þori ég að gera það. Hversu langt við strikist í ég? Já. Og það bara eitthvað sem stöðugt viðfangsefni feminista. Alveg eins og annara sem að mótmæla viðtekinni hugmyndafræði. Já. Ég var svona, veit ekki, ég náttúrulega ekki kona, þannig ég veit ekki, svona kvenleikin, ég var líka bara svona tilvistarlega stöðu mína í samfélaginu, að það þurfi að vera svona eins og að því vorum að tala áðan, að þegar maður að berjast fyrir ykkur, þá maður umverulega inn í heimi sem ekki til, þannig að maður umverulega millitökja heima þess sem maður vill yfirgefa og þess sem ókomin, þannig að maður svona, þannig þá þarf maður að vera með svona hugmyndur hver umverulega staða, hvaða staða þetta og það voru ég alltaf fyrir mér að þeir sem eru í svona kvenfrelsisbaráttu og feminisma þurfi einhvern veginn að taka svona persónulega afstöð, þessi persónulega barátta líka. Þetta ekki bara hugmyndalega barátta þannig að ég þurfi að meta, þú veist, hver mín staða. Við getum bara mjög gaman að horfa á gömul viðtöl við Malcolm X og það sem kemur svo glögglega fram hvað hann raunverulega að gera. Hann að endurmeta stöðu svartsmanns í samfélaginu og hann hann bara hafnar því að vera þá svarti maður sem spyrillinn sér og það svo augljóst að hann svo að hvað þetta mikið svona persónuleg endursköpun sem á sér stað. Já, sko já, ég held að þetta mjög flókin pæling og það örugglega mjög margar ólíkar skoðanir á þessu innan femínískrar hugmyndafræði og bara margar stefnur sem að hægt hvað maður segja, já sko og ég menn og þetta bara snýst til dæmis hugmyndina þú veist, ætlum við að viðhalda kallegu tungumáli að eru konur líka menn og ég menn og feminismi hefur stundum sagt konur eru líka menn en núna og krafist þess, við erum víst menn í dag vilja konur ekki vera menn og það kannski og það alls konar ástæður fyrir því þetta og sér alls konar rætur og kannski, þú veist, ég sammála því að konur áttu að
berjast fyrir því að vera menn á þeim tíma sem að þeir gerðu það. Í dag það bara einhvern veginn af ýmsum ástæðum ekki málið að mínu mati og þetta svolítið það sama, sko, hversu mikið þarf ég að aðlagast samfélaginu, hversu mikið þarf ég að gera mig karllæga til þess að þessi teki mark á mér, til þess að ég geti haldið áfram mínum feminisma. Og þetta náttúrulega það sem allar konur sem hafa farið inn í karllæga geira, þetta einn af balansunum sem við þurfum að finna. Ég hef farið inn í alls konar karllæga geira, ég hef verið eina konan á svo mörgum fundum að ég bara langar ekki til að hugsa til þess. Auðvitað þurfti ég að aðlagast þeirri menningu upp að einhverju leiti til þess að ég væri tekin alvarlega, til þess að ég gæti haft áhrif. En svo náttúrulega, og við sjáum það, að þær konur sem hafa náð lengst í karllægum geirum eru konur sem hafa eiginlega alveg umbreytt sér í og tekið upp karllæga gildi að allt og miklu mæli að mínu mati, en then again, þær hafa kannski ekki haft tækifæri til þess að breyta með einhverjum öðrum hætti af því að karllæga menningin svo sterk. Ætluðu sér það kannski ekki heldur. Og hvað segirðu? Ætluðu sér það kannski ekki. Já, töldu að vera sigur konunnar að kona gæti orð toppað í karllægheiminu. Já. Einhverjar hafa litið á það sem svo, aðrar hafa kannski farið inn, ætlað að hafa áhrif, telja sig mögulega að vera að hafa eins mikil áhrif og þær geta, en þau eru of lítil fyrir mig. Og það það sem að gerist fyrir með konur sem að fara inn og eru frumkvöðlar eða brjóta glerþögg, að þær eru alltaf í svo viðkvæmri stöðu að því að samfélagið vill að þeir umbreyti þær sem einstaklingar á meðan auðvitað geta þeir ekki gert það einar þó svo að þær hafi brotið eitthvað glerþak. Þær eru yfirleitt að traðka á glerbrotum í mörg ár á eftir og þurfa virkilega að passa sig að skera sig ekki og bara blæði ekki út. Þannig að það er mjög flókin staða að vera kona í karlaheimi og það er mjög flókin staða að vera að reyna að breyta, sko, til þess að þessi teki mark á mér þá þarf ég að gera alls konar en annars er ég algjörlega ómarktæk á kantinum. Það er alltaf einhvern veginn þetta er rosalega hvað heitir þetta? Þröngur stígur að feta, hvað þetta heitir. Margaret Thatcher dýfkaði röddina sína til dæmis. Ég var sendið raddþjálfun þegar ég var HFG. Það var óþránd að hlusta á hvernig röddina yfir. Já. Þetta er náttúrulega svolítið magnað að það sé að við bara þolum ekki kvenrödd. Já. Þá er kona, það er ekki bara kvenrödd, það er líka holningin, það er stærðin, það er aldurinn, það er allt. Kona sem að lýsti einu svona fyrir mér, ungur læknir. Hún er lágvaxin, ung, ljósærð læknir, útskrifuð. Hún lendir í endurlífgun inn á spítala. Og þegar það er endurlífgun inn á spítala að þá er það þannig að það tekur einhver stjórnina, yfirleitt er það læknirinn, það er hierarkíð þannig, læknirinn tekur stjórnina og hún segir hátt og snjallt við alla í herberginu hvað hver og einn á að gera. Og við erum að tala að þarna er í alvörunni mannslíf í húfi. Hún tekur stjórnina, hún segir bara þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, það er búið að þjálfa hana upp í þessu aftur og aftur og aftur og hún á að tala hátt og skýrt og gefa mjög skýr skilaboð. Hún gerir þetta, kemur að einhverju manneskju sem að segir róaðu þig og hún segir sko eftir á þá er náttúrulega ekki hægt að gera neitt í þessu ástæðunum mannslífunum var bjargað við þetta þrátt fyrir þessi mótmæli þarna en eftir á þá rædduðu þetta og hún fór að lesa til það þetta er bara mjög algengt að sko lágvaxnar konur ungar konur sem eru í læknastétt og konur sem orðnar fleiri heldur en kallar í læknastétt að þá er bara óþægilegt að taka við skipun með þessum hætti og þetta er bara eitthvað svona automatist sem að gerist að það er bara hún á að róa sig ef þetta hefði verið karl, ef hún hefði verið hærri, ef hún hefði verið djúpratari, ef allt þetta hefði einhvern veginn verið öðruvísi að þá hefði þessi athugasemd ekki komið upp. Þannig að spila saman að samfélagið er svo óvant því að hlusta á konur, hlusta á æstar konur og það er svo vant því að dæma þær. Það er bara margir kallar sem er erfiðleikum með að sætta sig við að konan að yfirmaðurinn sé kona. Já. Það er bara mjög margir kallar sem að skána ykkur liti en ég verða það er líka bara mjög margir kallar sem að myndu aldrei viðurkenna það og eru bara rosalega áfram í jafnréttisbaráttu og vilja mjög gjarnan hafa eins mikið af konum og hægt er. Sko. Þetta segir þetta ekki þá í svona stöðum þá ósar þetta yfirleitt sko, þetta er yfirleitt mjög augljóst. Já, nei, þetta er nefnilega í mjög, jú, þetta er oft mjög augljóst, en svo getur það líka verið alveg óbúslega lúmst.
Það getur líka verið nefnilega þannig að það tekur eiginlega engin eftir því nema konan sem að er einhvern veginn algjörlega bugast. Af því að hún fer alls konar gagnrýni á sig sem að kall myndi aldrei fá, en ef hún myndi bera það upp að þá er hún talin klikkuð. En það er svona lúmsk og óbein. Já, svona míkró og svona, sem að getur oft verið erfitt vegna þess að hvert atriði. Jú, ég hef líka lent í eitthvað svona svipuðu og svo, en það er ekki fyrir að þú horfir á eitthvað heildamynd að þú sérður umverulega stöðuna, þannig að það getur verið mjög erfitt að reka svona mál eða... Já, bara eiginlega ómögulegt. Ómögulegt, já. Já, en svo er það þjótt að tala um konur í karlaheimi. Það getur líka verið erfitt, sko, ef að þú ert raunverulega sigurinn. Það að þú sért í þessu starfi er sigurinn. Búið forsetisráðara, biskup, forseti. Þannig að þú ert sigurinn. Þannig það getur verið að þú ert að hugsa hver er baráttan og þú verður að vera með fókusur hvert við erum að fara og eins og voru að tala um áðan. Ef allt í einu þú ert lent í þeirri stöðu að þú ert sigurinn. Það getur verið flókið. Já. Og sko... Á þess að ég sé að tala um Katrínu Jakobsdóttur en ég með þetta það í hug. En ég meina hún er náttúrulega... Ef maður myndi setja upp harmóperuna Katrínu, að þá myndi ég hafa þetta þema að hennar harmur var það að hún var sigurinn. Já. En hún var annar kvenkynsforsætisráðherrann og var í rauninni engin sigur sem slík. Fyrir utan að það var... En þú heyrðir hvernig félagið þínir í Vakki og fleiri töluð það skiptir máli hver stjórnar og... Já, Katrín var svona talað svona eins og að hún væri lausnin, hún er sigurinn. Já. Og þú veist, og það er náttúrulega bara sér kapítúlu út af fyrir sig, en mér finnst nú kannski áhugaverðari dæmi sambærileg samt til dæmis Vanda hjá KSÍ sem að verður fyrsti formaður KSÍ hana langar til að breyta. Hún fer þarna inn til þess að breyta. Ég hef ekki eina efasemd að hana langaði svo mikið til þess að hafa áhrif og breyta KSÍ til, þú veist, gera KSÍ að því sem að KSÍ ætti að vera. Hún kemur þarna inn og meira segja er þarna kona sem er búin að vera lengi, hún hefur ekki haft neina stöð til þess að breyta og þarna erum við að tala konurnar sem eru í viðkvæmu stöðunum. Já, hún hafði brotið blað fyrir löngu síðan með því að verða framkvæmdastjóri og hafði þurft auðvitað að klæða sig í embættið og klæða sig inn í, þú veit, aðlagast þessu karlaveldi til þess að fá að vera með. Svo kemur Vanda þarna inn og þær eru orðnar 2 og ég er alveg samferð að þær langaði til þess að breyta og þarna hafði Klara séð einhver tækifæri því að Vanda yrði formaður en þær eru ekki nógu, þú veist, veldið er svo allt of gamalt og íhaldsamt og gróið að það er engin leið fyrir þær, jafnvel þó að séu 2 að breyta því. Kerfið vill það ekki. Kerfið var bara ofstært. Viljið þið breyta? Nei takk. Já. Nei takk. Nei, og það var í rauninni alveg sama hvaða leiðir þær hefðu farið að vera róttakar það hefur verið of. Að vera mildar voru þær of. Það voru engin tæki fyrir þær til þess að breyta. Það þurfti fleiri konur, það þurfti meira og þarna voru þær að ryðja braut sem að á eftir að byggja á einhvern tímann seinna. Það sama er með, það eru alls konar konur sem hafa komist í Margaret Thatcher, þú veist, ég meina hún náttúrulega gerði nákvæmlega ekki neitt, ég veit ekkert hvort að hana langaði til þess að breyta einhverju. Þar eru kannski konur sem eru bara að hugsa að verða eitthvað án þess að hafa áhrif. Þannig að það en stundum er það kynnt einmitt sem árangur. Ég meina hún er svo, Margaret Thatcher var svo stórkostleg fyrirmynd fyrir okkur konur. Já. Ég held að enginn hafi sagt þetta beint, en ég meina við höfum heyrt það á Íslandi, þá er þetta oft notað. Það er sem að þú ert eiginlega árangurinn. Já. Þú þarft ekki að gera meira. Nei, en ég held að það sé, við erum held ég komin, sérstaklega á Íslandi, lengra heldur en svo að það sé nóg að kjósa konu, við ætlum ekki að kjósa konu að því hún er kona, við ætlum að kjósa konu að því að hún er kona með kvenlegan bakpoka sem að getur haft áhrif í þágu fjölbreytileika. Það er það sem við viljum í dag og ég held að lang flestar konur og svona konur sem hafa komist til áhrifa innan þeirra fyrirtækja sem ég hef verið að vinna með á vinnustöðum, það er náttúrulega konur, fólk sem, fyrirtækið eða vinnustæðir sem hafa samband við mig eru náttúrulega vinnustæðir sem vilja gera eitthvað, það er ekkert hver sem þú veist, vill láta mig lesa yfir hausamótanum á sér og það fólk er yfirleitt, það eru konur sem hafa komist til nægilega áhrifa til þess að þær eru tilbúnar til þess að taka slæginn fyrir því að Sóley Tómasdóttir komið þarna. Svo er náttúrulega fullt af konum sem er einhvers staðar og myndi ekki gera það, annarkvort að því að þær
þeim alveg sama eða að því að þær ekki stöðu til þess. Þú segir að við erum komin yfir þann tíma að við erum svona kjósa konu bara þegar kona, en ég held að þetta ekki síðastu finnsku kosningarnar, ég held að verið kosningarnar áður, að þá voru allir oddvitar, allra flokkana voru konur og þá hugsaðum maður, já, við viljum kjósa konur, kannski, en fyrsta lagi þá viljum við bara ekki kjósa kalla, bara kallar og vald bara eitthvað sem að Veitu, hvaða kosningar voru þetta? Ég held að þetta verið ekki síðustu að því að hérna var svolítið breyting þegar hún var Salín Sanna og fleiri að þá voru allir oddvitarnir í finnsku kosningunum voru konur og þú séð þetta stundum sem maður sér í einhverju frambóðum og því menna fasistarnir alltaf ná Evrópu og þeir gera það konum þeir ekki heldur hverjum heldur þetta í huga eða Mussolini flokkurinn og Ítalíu bjóði fram á kall þeim bjóðu konur. Já, Gert Wilders en þá þarna en það kannski að því að hann ekki með flokk eins og það enga fyrirtæki hans sem hann eini meðlimur í flokknum. Já. En ég meina þetta það eitthvað og ég meina þetta taktist og ég meina populistar vita alveg hvað þeir eru að gera og það rosa auðvelt og ég meina og það náttúrulega eitthvað sem að bara eitt af þeim viðfangsefnum sem að feminismi og fjölbreytileika baráttan snýst núna, það að halda í hugtökin sín, halda í baráttunum sín og láta ekki hætjakka okkur af því að það auðvitað rosa auðvelt að gera það og segja bara vístur í feministi sem að, eða þú veist, víst, ég ekki rasisti en og allt þetta en og það eitt af því að tefla fram konum, eitt af því að tefla fram svörtu fólki eða fötluðu fólki og vera með allar þessar undantekningar allt þetta peknum fólk. Flokkurinn í Bretlandi gerir þetta sem við þrisvar sem kosið leiðtoga sem kona, verkefnaflokkurinn aldrei. Akkurat. En þá passað upp á að viðkomandi séu nógu þæg og nógu með til þess að til þess að þetta virki. En það samt, sko, ef við förum aftur í bara pólitíkina, þú veist, hvernig viljum við breyta samfélagi, þá ef við viljum breyta samfélaginu í þágu aukins jöfnuðar, aukinna tækifæra jaðarsetts fólks, að þá verðum við að kjósa fólk eða velja fólk, hvar sem það sem að tilbúið til þess og hefur hugrekki til þess að beita sér. Áður en að ég meina okkar að tala fólki sem að ólið upp í þér óþekkt, en bara áður en fyrir þangað því að áðan varst að tala að þú veist að vera svona meðvituð að fara að stíga yfir línuna og einhver leiti það líka svona ákvörðun að ég verða einhvern veginn að við að ná áfram en þannig að þessi árangur og þá þetta svona kompromi þú veist við þurfum að vanda alveg sama hvað Klara og Vanda vildu þá var bara ekki aðstöð til þess að komast lengra býst ég við það gáfist ekki upp rétt áður en það voru sigur var komin þetta var óklífandi klettur og til dæmis átökin sem núna í kringum transfólk það hefur velt í fyrir sér sko að ef þú berða til dæmis saman við baráttu samkynniðra eða baráttu kvenna sem eru miklu lengri baráttur, miklu lengri barátta að breytingum í svona lögum svona formleg réttindi og annað slíkt heldur en á við transfólk. Og þetta tengist kannski Roe versus Wade, hún Ginsberg sagði á sínum tíma víst að hún hafi alltaf grunum að þetta verði fellt í burtu af því að þetta var of mikil breyting á sínum tíma og jafnvel þótt að líði áratugir að þá var það svona hugmyndur að ef skrefið okkar of stórt að þá getum við mista frá okkur og við höfum einhvern tímann verið að ræða við rauðaborðið einmitt þetta í sambandi við þetta bakslagi tengslu við transfólk og hvað miklu meiri órói í samfélaginu heldur en gagnvart samkynhneigðum eða öðrum. Þetta með að þú ert að reyna að ýta ykkur áfram en það verður einhvern veginn að vera í takt við það sem að íhaldsamara samfélag eða samfélag sem með meiri vill ekki fara eins langt þolir. Því ef þú ferð of langt þá getur það búið til bakslag. Ég ekki að segja að það getur orðið verra, þú veist, kannski bara bakslagi bara hluti af bara því. Þetta snýst að rugga bátnum á þess að veltónum. Já, hvað
Sko, auðvitað þetta allt satt og það skiptir auðvitað máli að við hérna, þú veist, við höfum veltbátum. Þú veist, það hefur orðið eins og þú ert að segja, það alveg til í dæminu að þessi farið svo langt að það valdi bara óþægilega miklum mótmælum. Nei, ég ætla að reynda að taka þetta tilbaka. Við höfum aldrei, við höfum nefnilega held ég aldrei veltbátnum. Bakslag ekkert vandamál í sjálfu sér. Sko, sjóveikin hefur orðið mjög mikil. Það málið. Og hún mjög mikil núna varðandi transmálefni. En, og það í rauninni já, þetta rosalega viðkvæmt og erfitt umræðefni vegna þess að það í þessu getur falist svo mikil tónpólising. Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Að þú veist, það svona það svona umvöndunar tónn í þessu. Og ég veit ekki hversu oft mér hefur verið sagt að... Sólfólmi, það allt og sneppt fyrir að koma fram með þessar kröfur og svona... Já, ekki bara það. Ég meina, þú ert bara að fá fólk upp á móti þér með þessu. Þú ert bara að vinna málstæðnum ógagn. Ég veit ekki hversu oft mér hefur verið sagt þetta og ég sé bara að fæla fólk frá feministkri baráttu og ég veit ekki hvað og hvað. Og það má alls ekki, ég vil alls ekki vera sú típa en ég vil mjög gjarnan leiðbeina fólki að því að ég hef ekki með á veggi. Ég veit hvað, þú veist, hversu erfitt það getur verið að takast á við þessar hörðustu og harkalegustu mótmælin að hérna, það alveg hægt að forðast þetta erfiðasta en fara samt áfram en ég myndi aldrei vilja draga úr einhverjum. Skilur, ef einhver vill fara lengra að þá það bara frábært. Varðandi transmálefnin þá held ég að við höfum alls ekki gengið of langt þar og ég held að það sé alls ekki eitthvað sem að hefði átt að gerast með einhverjum öðrum hætti, bara síður en svo. Við þurfum að þola þetta og fara í gegnum þetta og hjálpa stað við að útskýra þetta allt saman. En það munur á þessu heldur en hérna, samkynhneigðir. Ég veit það ekki. Það var miklu svona hægara einhvern veginn. Já, það var hægara en fólkið sem að barðist fyrir því var samt fólk sem að var að mæta jafn miklu hatri og transfólk mætir í dag. Og þau ennþá að mæta hatri. Þá tala kannski 1980 og fram yfir AIDS árin. Já, en eru samt ennþann dag í dag að mæta alveg, þú veist, það er alveg ótrúlega mikil andstaða við eða ótrúlega mikið af öróreitum, ótrúlega mikið af beinum og óbeinum skilabóðum að fólk tilheyri ekki bara fyrir það að vera samkynhneigt, bara hefðbundið gamaldags samkynhneigt fólk að það tilheyri ekki. Þannig að við höfum alveg mjög langt í land þar líka sko og auðvitað blandast þetta líka saman og þetta blandast líka saman við framfærir í kvennabaráttu og gagnvart fötluðu fólki og bara öllum jaðarsettum hópum að það einhvern veginn allar þær framfærir sem hafa verið að eiga sér stað þar NPA og alls konar þjónusta við fatlað fólk og réttindi sem fatlað fólk hefur verið aðlast, það hefur líka mætt alveg svakalega miklum mótbárum og sjáum bara hvernig Freyja Haraldsdóttir hefur verið útrópuð í samfélaginu fyrir algjörlega sjálfsagðar kröfur eða bara fyrir að vera til og það svolítið það sem að maður endurspeglast svolítið í hérna, það sem að Baldur og Felix voru að tala í kosningabaráttunni þeirra eða kosningabaráttunni hans Baldurs að sko, hann þurfti svo lengi að berjast fyrir því bara að fá að vera og það svolítið það sem að Freyja Haraldsdóttir að gera núna, fólk í alvörinu að hafa skoðanir á því þá hún í kærasta og það bara svolítið samhljómur í því og gagnrýninni sem að samkynhneigt fólk mætti á sínum tíma, mótlætinu sem að það mætti á sínum tíma. Að hérna... En það lá við eins og ætlar að fara að taka undir eitthvað sem ég var að segja með þannig að vagga og ekki velta. Já. En svo fannst mér eins og bara, nei, við bara getum vaggað þessu báti bara endalaust. Við höfum aldrei bara... Já, ég held ég sé að skipta skoðun bara í viðtalinu. Já, þú gerðu það. Nei, þetta alltaf kunst og þetta, en málið samt líka að jafnvel þó ég sé orðin ansi góð í þessu að því að ég bara búin að vagga svo ógeðslega lengi, ég bara eiginlega hætt að vera sjóveik. Ég reyndi að sjóveikasta mannski heimi. En hérna að þá kann ég alls konar leiðir sem að hægt að fara án þess að það verði rosalega mikill veltingur en ég myndi aldrei vilja draga úr nýtnumannesku sem að langar til að prófa eitthvað nýtt jafnvel þó að það verði rosalega rætt. Það er kannski það sem að eins og það væri svona her
og þá segjum við, já, við ætlum að þoka þessu svona áfram, en það verður náttúrulega rosalega fínt ef að þarna Sóley eða einhver myndir hlaupa þarna og fara miklu lengra, brenna eins upp og vera lamin og eitthvað svona, því það er bara hluti af því sem að þarf að gerast til þess að við getum þokað sko heildar fylkingunni áfram. Já, og það er þannig, það er ennþá þannig og ég hef nú, af því að ég vil ekki vera með hérna hermál, ég nota helst ekki hertungumál, hernaðartungumál, þá hef ég líkt þessu svolítið við oddaflug gæsa, að feministk barátta og mannréttindabarátta hefur mjög lengi verið háð eins og oddaflug gæsa. Það er alltaf ein gæs sem að flýgur fremst þangað til hún er þreytt og þá skiptast þar á. Þá fer hún aftast og hinnar fara fremst. Það virkar ekki alltaf, sko. Það er ekki alltaf skipt. Þær hafa alltaf, gæsirnar hafa alltaf gert það, sko. Gæsirnar fljúa bara ógeðslega langt, svona. En það er ekki alveg þannig í kvennabaráttunni. Nei, og feministk barátta hefur nefnilega... Stundum er gæsin sem hún hélt að allar að vera eftir sér, þá er hún bara lítur tilbaka og sér að hún er bara eina fljúakstur. Já, en þannig skiptir einhver máli. Það er engin, sko, þá fer hún bara, þá bara gefst hún upp á endanum, af því að það er enginn sem að kemur í, eða það kemur einhver, tekur kannski langan tíma að skipta, en þessi sem er fremst, hún brennur upp, af því að það kemur, þetta er bara ekki, þetta virkar ekki vel og bara, þetta er náttúrulega ekki bara að fljúa einhverja eina leið, þetta er endalaust. En sem ég hef talað fyrir er að við reynum, og ég meina, og þetta er ekki eitthvað sem að feministar hafa ákveðið að hafa með þessum hætti. Heldur er þetta samfélagið og þetta er rosalega útpælt og það er rosalega auðvelt að, ég meina, þegar ég var hann, að það virtist bara vera mitt símanúmer á öllum fjölmiðlum landsins, að það var bara, ok, hvað finnst feministum um þetta? Sóley, hvað finnst feministum um þetta og hitt? Og ég var alltaf spurð og það var passað upp á og ég sagði kannski, nei, heyrðu, til ég hringja hana Drífu Snædal eða hringja í Katrín Önnu, hringja í einhverjar aðrar konur og það bara, nei, ég vil fá þína skoðun á þessu. Þetta er bara einfalt leikrið sem að fjölmiðlarnir eru með og það er bara ein persóna sem er í þessu hlutverki rosalega og það bara ruggla leikritinu eða það eru alltaf þannig tvær. Þannig að við viljum bara Sóley í þessu hlutverki, Sóley hjólar í þetta, Sóley rosalega reiðir þessu, Sóley brjáluð. Já, akkurat. Og og í þessu félast til dæmis allar drottnunaraðferðir Berittar Ross að gera mig aðhlátusefni, að gera mig ótrúverðuga, að skapa hjá mér skömm og sektarkennd, allt það sem að einhvern veginn dregur úr mætti mínum og trúverðuleika í samfélaginu gerist út af þessu að ég einhvern veginn, það er rekin framan með hljóðnemi út af einhverju sem að ég kannski bara hef ekki skoðun á eða ég tala ekki fyrir hönd allra feminista og þetta þreytir þetta mig og á endanum bara brenja upp og gefst upp. Þannig að það sem ég hef verið að tala fyrir er að við reynum að breyta þessu oddaflugu, reynum að taka frekar starrana til fyrirmyndar. Sko, og að því að þetta snýst í rauninni að við eigum að vera hópur og ég meina svona starra sveimar, þeir eru alveg rosalega öflugir og miklu einhvern veginn stórfenglegri heldur en einhverjar 7 gæsir, skiljiði. Að við höfum að taka starraflugið sem að það getur verið svona risastór hópur og svo splittast hann í einhverjar áttir og svo kemur hann aftur saman, fer út allt og einhvern veginn og það er svolítið þannig sem að það er svolítið þannig sem að mannréttindabarátta þarf að vera, að því við þurfum líka að vera rými fyrir við sem ósamála og við förum aðeins í sundur en við erum samt einn sveimur. Við tegjum okkur í alls konar en við erum alltaf mörg og við erum alltaf Sameinist sameiginleg baráttumála. Já. Og leifum hvort öðru að vera, þú veist, við erum 85% sammála og við vinnum oftast í 85% en séum ekki að þrástagast alltaf í þessu 15%. Nei, og en það sé kannski bara allt í lagi að við séum ósammála það. Við mögum bara alveg rífast Við getum ekki eitt öllum tímanum í að tala þessu 15%. Nei, en við þurfum líka mega það. Bara alveg eins og það má rífast alls konar hlut. Kallar mega rífast alls konar hluti og það er aldrei eitthvað kallar eru köllum vestir. En þegar konur eru ósammála eitthvað, þá eru þær eitthvað eðslega vondar hvor við aðra. Við megum vera ósammála og það er alltaf lægi en við megum samt vera sammála alls konar aðra hluti og þetta hluti af þessu og þetta er líka mjög sterkt valdatæki sem einhvern veginn hefur áhrif á stöðu fólk sem er að beita sér að það að við séum ósammála það einhvern veginn drægi úr mér, dregur úr trúverðuleika mínum að því að ég var ósamála einhverju konu einhver tímann að þá er ég ekki sami feministin og ég var sem að er bara alls ekki rétt þetta við megum vera hafa skoðanir og það er bara mannréttindabaráttan rúmar svo rosalega margar skoðanir á því hvaða leiðir við að fara og hvaða aðferðum við að beita. Varstu í haust þegar var kvennaverkfallið? Alltaf landinu? Nei.
við töluðum svolítið þetta bæði fyrir og þetta var svolítið svona spennandi, það var svona, þú veist, að reyna að ná fólki á Pilsfræðingaskólanum saman og það var svona svolítið átök í aðdragandanum og svo kom þessi dagur og þessi gríðarlegi fjöldi og svo komu konur eftir og ég var alltaf að spyrja svona, það var augljóst að þetta var ótrúlega vilji til samstöðu. Og ég var svona að spyrja, þú veist, samstöðu hvað var þessi dagur? Það var samstöðu kvenna, en þú veist, ég átti svolítið erfitt með að skilja það svona nákvæmlega, sko, hvað var samstöðan, sko. Endurmáta virði kvennastarfa. Það var hana. Og stöðu. Já, það var hana. Og það var það sem allar þessar konur voru samanast Aha. Já. Að meta framlag kvenna til samfélagsins með öðrum hætti heldur en hefur verið gert. Mér fannst það vera mjög skýr skilaboð frá þessum degi. Í störfum? Nei, framlag kvenna til samfélagsins punktur. Á vinnumarkaði, inn á heimilum, til samfélagslegra verkefna, í að breyta heiminum, allt. Mér fannst það vera bara rosalega skýrt. Það var meira eins og svona listi hjá því sem þarf að gerast. Já, svo það auðvitað alltaf, en megin skilaboðin voru samt þessi. Það var einhvern veginn, já. Svo það bara hitt í rauninni aðgerðaráætlun, eða þú veist. Svo það að reyna að finna hvernig getum við haft framhald á þessu. Já. Og kannski var það sko niðurstaðan að það væri sko rosalegu vilji til þess einhvern veginn að ná kvennabaráttunni saman. Já. Og þá þarf að vera eitthvað farvegur. Já. Og það er svo vanti svona megin svona teinana fyrir baráttuna. Já. Það er eitthvað svona, minnst það mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Þau voru með fundi núna í vor sem var svona hugmyndum sem var í framhald að þessu. Líka veltað fyrst hvort þetta að vera aftur kvennaverkvall. Og þá svona frekar á því, nei, við grípum til þess svona einstaka sinni frekar heldur en aftur. Já. En hvað á þetta þá að vera á leiðinni? Já. Ég hef engar áhyggjur af þessu, ekki nokkrar. Ég hef engar áhyggjur af þessu, við erum gaman að fylgjast með þessu. Já, sko, það er bara, kvennabaráttan finnur sér alltaf leiðir. Hún er bara eins og náttúruafl. Og ég meina, við sjáum bara hvernig eldgos hafa verið í gegnum tíðina. Að því sko, kvennabaráttan er mjög lík bara eldsumbrotum. Að það magnast upp einhver svona spenna, það tekið bara ógeðslega langan tíma að safnast einhver svona kvika einhvers staðar. Já, stundum er það 800 ár. Að safnast fyrir kvika þannig að það komi eldgos. Stundum er það miklu styttra. Stundum endar það með sprengigósi, stundum endar það með flæðigósi, stundum endar það með stuttugósi, stundum með löngu, stundum hefur það rosalega mikil áhrif, stundum hefur það lítil áhrif. Stundum túristagósi. Akkurat. Og kvennabaráttan er allt þetta. Sem sýndasigrar. Já. Túristagós. Hún er allt þetta. Og ég meina, og það er, sko, ég bara, svona hefur heimurinn orðið til með eldgósum. Og þannig verður þróun samfélagsins líka. Og ég meina, og það fer bara pínu eftir því hvernig þörfin er og hvernig jarðvegurinn er og hvernig sprungurnar eru og allt þetta. Hvað gerist næst? En sko, aflið í kvennabaráttunni, það verður alltaf til staðar. Það sagði mér eldfjaldafræðingur í daginn að ef það var ekki eldgos, að þá myndi vatnið á jörðinni ekki endurnýjast. Mars er eins og Mars er með engu vatni að því það er hægt að gjósa þar. Þannig að eldgosin losa vatn innan og yfir í jarðar til þess að viðhalda útfjóðan. Ég meina, ef það væri ekki fyrir kvennabaráttu, sorry með það, þá væru kallabúnir að tortíma þessum heimi fyrir löngu síðan. Það er bara þannig. Ef við værum hérna einir? Já. Nei, ég meina, ef þið hefðuð í alvörinu haldið völdum, bara haldið áfram algjörlega án kvenna, eins og stefnan var. Gætum alveg náðu þessu sko, að tortíma... Já, þeir eru náttúrulega komnir vel á veg, en ég held í alvörinu, og við höfum stundum ekki grínast með það einu sinni, að það væri náttúrulega frábært ef að heimurinn myndi bara koma sér saman um það að í ákveðin tíma þá fengju kallar bara pásu. Fáum bara konur til þess að stjórna öllu og bara á forsendum kvenna. Það þurfa ekki að aðlagast neina, það getur bara byrjað upp á nýtt, það þarf ekkert að gera hlutin eins og hefur verið gert. Skulum bara setjast niður með öllum konum heimsins og hugsa hvernig myndi ég stýra þessum heimi ef það væri engin stjórn. Ég gæti verið þarna. Ég hef miklar áhyggjur af stríðinu í Úkraínu. Það sé bara magnast upp.
og bara einhverju heimsku stjórnmálastétta vesturveldana. Sko tákngervingur þeirra heimsku á Íslandi Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra sem svo herská að ég gengur fram að mér sko. Then again, þú veist, ég nenni ekki að fara í það að þú veist, við erum ekki að kjósa konur bara þegar eru konur og það er náttúrulega búið að ala hana upp innan sjálfstæðisflokksins og gera hana að því sem hún skilur bara í samfélaginu og allt það og hún er eina af þessum konum sem myndi flokkast undir Pick Me Girls. Hún komin til valda að því hún ekki ógnvekjandi fyrir feðraveldið. Á meðan konur sem raunverulega gætu haft áhrif, þær komast miklu síður til valda og eða endast styttra ef þær komast til valda. En ef við fengjum konur til þess að setjast niður án þess að þær þyrftu að aðlagast feðraveldinu, skilur, það er forsendan. Ef við myndum bara ákveða nú ætlum við að búa til nýjan heim á nýjum reglum, bara hverjar eru þarfirnar, hvað er það sem skiptir mestu máli. Þetta er bara eins og ég hef stundum talað þegar við erum að tala að endurmeta virði starfa í samfélaginu. Ef við hugsum bara í heiminum, hvað er mikilvægasta starf í heimi? Hvað er það? Og þetta er bara að velja eitt. Starf, svo sem við vinnum við, það eru launafyrir. Hvað ætti að vera launahæsta starf í heimi? Út frá einhverjum verðmötum sem við erum vön? Ég held að það er gott að tengjast einhverju umönnun barna eða eitthvað starf þar. Eitthvað starf því svæði. Sko, einhvern tímann var umræða, einhver svona heimspekileg umræða sem að endaði á því að við bara skoðum í alvörinu, bara tökum þetta alveg til botns, krefjum þetta til mergjar. Að þá er niðurstaðan svo að ef við ætlum að halda mannkyninu gangandi, að þá er fólkið sem að þrífur spítala mikilvægasta fólk í heiminum. Að því án þeirra skiptir engum máli hvað fer fram á spítalanum, án þeirra fæðast ekki börn til þess að ala upp, það gerist ekkert nema spítalarnir séu þrifnir. Og þetta sjáum við, og það er ekki endilega bara spítalar, heldur við sjáum bara hvernig fólk fæðir börn í bara alls konar þróunaríkjum, að bara hreinlæti er það sem að heldur flestu okkar á lífi. En það það fólk oft miklu þrifnara heldur við, að því það upp á líf og dauða. Já, einmitt. En náttúrulega svo öflugar að þú verður að halda henni niðri. Já, en þú veist, ef við, og það eru svona spurningar sem að við þurfum í alvörunni að ekki bara spyrja, heldur svara og breyta út frá. Þú veist, það getur enginn mótmælt þessu, það hlýtur að vera þannig að við viljum í alvörunni bara halda áfram að lifa, þá þurfum við að hafa hreint í kringum okkur og þá þurfum við að hafa fólk sem þrífur og þá hlýtur þá fólk að vera mikilvægast. Kallarnir sem eru með veskið, þeir svara þessu svona, já, en það getur nú hver sem þrifið, þannig að það er alveg... Er það? En það eru bara örfáir sem að geta skorið upp heilan. Er það? Þessna borguðan vera. Er það ekki þessir kallar, er þetta ekki sömu kallar og segjast vera með svo háan skítaþröskuld heima hjá sér að konuna þeirra þurfa að gera þetta fyrst að þetta fær svona í töðunaræði? Það er nefnilega ekki hver sem er sem getur það. Ég í svona 30 ár, Nei, en ég meina þetta er í alvörunni þannig. Og það er í alvörunni bara mjög sérhæft starf að þrífa í telunum ná spítulum, hátæknispítulum. Herðu, ég ætla ekki að mótmála þessu. Förum aðeins í upprunna, þú varst að segja að þú hefði verið alin upp að mörgum. Segðu mér ég hef spurt fólk alltaf ég haldið áfram, svo að ég sitaði í arkæfið. Hvenær manstu fyrst eftir þér? Ég veit það ekkert. Nú, hver veit það þá? Getur fólk svarað þessum spurningum? Eitt sagðist munað eftir því að hann fæddist. Já, það man ég nú ekki. Hann er nú í Guðsbyggifélaginu. En svo hefur fólk komið. Sumir hafa reyndar sagt að þessi svona óljóst, það er eitthvað svona einhverja minningunum. Er þetta minning eða er þetta eitthvað sem hefur verið sett inn í hausinn á mig setna? Já, ég held að ég þori ekki að svara þessum spurningu. Ég man eftir mér ég man alveg eftir mér svona að, ég veit það ekki, allavega áður en ég var 4 ára því að þá bjuggum við á Kóngsbakkanum í Breiðholti. Ég man ekki eftir mér fyrsta árið að því að ég bjóðist í Hafnarfirði fyrsta árið, ég man ekkert eftir því. Einhvern tímann eftir það og ég man ekkert hver er fyrsta minningin, Sama við mig, ég var 1 ár í Hafnarfirði, ég man ekkert eftir því. Nei, ég veit. En ég man eftir því að hafa búið á Kóngsbakkanum. Það er, þannig er ég orðin svona 1 árs. Og það var sérst þannig að við byggum á, mamma og pabbi keyptu íbúð á Kóngsbakka 16, amma og afi byggu á Kóngsbakka 6.
með restina af systkinum mömmu eða stóran hluta af þeim. Þannig að ég bjó hjá foreldrum mínum. Mamma var þá í námi og pabbi var að vinna og þau auglistu eftir konu til þess að, eða það var alveg konu held ég, til þess að annast mig og þau fengu eina uppringingu og það var frá ömmu. Sem var ansi hendugt og hún bjó líka nálagt, þetta var gekk allt mjög vel. Þannig að amma ól mig, hún var heimavinnandi þá, ól mig rosalega mikið upp með mömmu og svo voru öll systkini mömmu einhvern veginn mjög mikið þarna. Ég var eiginlega svolítið, systur mínar kalla mig transkynslóðina, því að ég er sko elsta barnabarnið og eiginlega ekkert svo langt frá því að vera yngsta barn ömmu og afa. Og amma og afi lít alltaf á mig sem eitt af börnunum sínum. Þannig að ég er þarna með sko 6 foreldra í mömmu og systkinum hennar, svo pappi, svo eru amma og afi og svo voru alveg alls konar annað fólk sem að komað líka eins og föðufjölskyldunum minni þegar fram í sótti. Þannig að það er ótrúlega mikið af fólki sem að leit á mig sem sína. Það hljómar mjög vel. Og ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir að eiga allt þetta fólk. Og þau voru öll sammála að ég væri stórkostleg. Ég held að það hefði haft mjög mikil áhrif á sjálfstrausti mitt. Ég spurt alla þessu, hvort að við upplifað þegar þau voru komið heiminn, að þau væri velkomin og þau væri elskuð. Já. Það hefur aldrei, ég hef aldrei haft sko vott af efasemdum það og hef alltaf, og ég eiginlega svona smá klökkna við hvað ég er sko, eða svona hvað ég er ótrúlega rík af aðdáun. Það er alveg fáránlegt hvað fólk einhvern veginn dáðist að mér og gerir enn. Allt þetta fólk sem ennþá finnst ég bara frábær í öllu sem ég er að gera, allir þessar vitleysum sem ég er að fást við. En er það bundið þér persónulega eða finnst þeim það annað fólk líka? Eða? Ég held að þeim finnst ég alveg merkilegur en annað fólk. Nú, af hverju? Ég veit það ekki, ég bara upplifi það að ég sé alveg elskuð umfram það sem efnistanda til. Ertu elsta barn? Já, ég er elsta barn mömmu og pappa og elsta barnabarnið. Og er það alveg í mjög langan tíma. Það var auðsið yfir þig mikillega ást. Já. Og svo þegar komað yngri systkinni þínum og það fengið að minna. Þær voru alveg elskaðar líka sko. Það var alveg, en stundum gerir það þegar að annað barnið upplifir þetta stundum að það er ekki fengið neitt af því sem eða bara leifarnar af því sem elsta barnið fekk. Já, sko systur mín að hlæja stundum að þessu en ég held að það er góðlátlegt grín gert að því og ég held að það sé alveg þannig að ég hef sérstöðu af því að ég var svo lengi ein og þótti svo ofboðslega merkileg. Svo komu þau í hrúu, þú veist, svo kom Þóra systir og Kristín Björk frænka mín bara í sama mánuðinum eiginlega og svo kom Kristín með einhverju holli af börnum líka þannig að það var ekki eins merkilegt þegar þær fættust. Það var hversdagslegt bara? Já. Þú varst ekki hversdagslegt barn? Nei, það var ég ekki. Þú varst undur? Já. Og einhvern veginn ennþá, ég er 50 ára og þeim finnst ég ennþá alveg stórmerkileg. Og hvað akkur er það? Stundum er það þannig að því að maður er náttúrulega í einhverju svona upprunalegri fjölskyldu, þú kannast kannski við það, að það getur verið svona flókið þegar maður eldist að þegar maður sest, ég á bara bræður, þegar maður sest til borðs með þeim að við dettum ekki í okkur gömul hlutur, sko, að við séum í hlutur sem að hæfa okkur sko, sem fullóttum önnum. Það sé ekki ennþá að láta eins og Hattis elstur og ég syngstur og allt þetta. Ég heldur endur að það fylgi alltaf öllum fjölskyldum, sko. Að maður sé að þessi upprunalegu hlutverkin elst okkur. Já, það er alveg þannig að, þú veist, ég er ábyrga elsta systirinn og ég meina og við systurnar höfum það bara þannig og við ákvaðum þetta með löngu ákveðið að þær sögðu það einhvern tímann, þú veist, þegar að þar að kemur að þá mynd þú bara sjá útfarir foreldra okkar og þegar að þú veist, það eru ákveðni hlutir sem að ég, bara í staðin fyrir að við fyrum að rífast alls konar einhverjum svona hluti, þá bara langbest að láta sóliður ráða því. Og það er bara þannig, ef það eru veislur í fjölskyldinni, ef það er eitthvað, ræði ég bara. Í fjölskyldu sem er að glíma ykkur erfiðleika, að þá er elsta barnið, þá er ættarhetjan, þá felst í því að fara í svolítið fæting við foreldrarna. Að verja barnahópin og þá er það getur verið mjög erfitt hlutverk. Varst þú í því? Nei. Engin átök? Ekki þannig, sko. Nei, ég nefnilega
nei, það svolítið ég fyrir einhvern veginn bara beint inn í svolítið það sem þetta bara beint í fótspor mömmu að ég held að það sé ekki nei og það hefur aldrei verið eitthvað svona þú veist mamma rosalega feminísk og rosalega róttæk og það aldrei eitthvað svona að ég fær eitthvað að mótmæla því mér fannst það bara algjörlega sjálfsagt og eðlilegt og hvarflaði aldrei að mér að þú veist það alveg til eitthvað svona þú veist fólk fyrir að aðhyllast einhverja aðra hugmyndafræði bara til þess að vera í móttrúa við uppruna sinn það var ekki að vera nei bara, ég skil ekki hvernig enda væri það svo rátt það bara það væri svo klikar það svolítið hluti af átökunum sem að þú veist segjum að mamman hefði verið bara að þú væri drengur og pappin væri endurskoðandi hjá IBM og þú er bara verið ákveðin í að verða eins og hann þá hljómar það ekkert vel sko nei ég var aldrei ákveðin í að verða eins og hún ég bara varð það ég get ekki að því gert og ég meina og það þú veist og pappi á alveg jafn stóran þátt í því þú veist ég meina hann hefur alltaf verið alveg ofboðslega stuðningsríkur í þessu öll saman sko að þannig að það og ég meina ég bara alveg upp við að ekki bara feminismi heldur bara almennt að félagslegt réttlæti friður umhverfisvernd þetta allt saman bara eitthvað sem að okkur ber skylda til að stuðla að. Hljómar er svo afki að verið búið til fyrir ykkur. Þau notaðu þessi orð núna þegar hverju ræturflokksins það er þetta feministi og svo segðu friður og maður er búin að gleyma því að þau voru eitthvað að berja fyrir friði sko. Herðu, en amma þín segðu mér frá henni. Já, amma fæddist 1929 út í Hamborg og það var sem sagt þannig að langamma sem hétt Sóley hún fór með Gullfossi til Noregs 1928 eitthvað svona það var veturinn og bara fer eins og konur gera, hún var samt með klumpufót ekkert rosalega góðri stöðu fer út, ég veit ekki alveg hvað hún ætlaði að gera góðri stöðu mennar ekki gott komfang Nei, og bara ekki góðri stöðu innan samfélagsins, þú veist, bara ung kona með ákveðna líkamlega fötlun ekkert einhvern veginn, lífið blast ekkert við henni eða framtíðin fer út til Gullfoss út með Gullfossi 2 árum seinna kemur postkort eða einhver tíman seinna mann ekki tímalínuna, kemur postkort til fjölskyldunar þar sem hún segist vera í Hamborg það sé bara allt gott að frétta bestu kveðjur, Sóley og Kristín og enginn vissi hver þessi Kristín var þá fæddist Kristín sem sé þannig að stuttu eftir að hún fór fæðist í Hamborg en amma vissi aldrei hver pappinar var svo bara elst hún upp hjá þessari móður, hún bara Kristín Njarðvík, aldrei kennd við neitt föður, aldrei einhvern veginn og átti aldrei neitt pappa Það var langamma þín Njarðvík Já og mér finnst þetta er rosalega stór hluti af ömmu að hún átti ekki pappa og það mátti ekki tala um það var tabú, það vissi enginn hver langaf okkar var og ég veið að þú veist, við vitum það ekki ennþá almennilega Þetta er líka í minni eitt og svona Já En eignaðist hún ekki sískinni þá? Svo eignaðist hún sískinni, amma eignaðist fleiri börn með öðrum manni og eitthvað en það var svo sem ekki en mér finnst þetta er stór hluti af henni en amma var svona blanda af því að vera rosalega lokuð og ákveðin og svolítið svona sérvitur og svo alveg ofbúðslega og þetta var klárasta kona sem ég þekki hefur nokkuð tíma kynnst, hún vissi allt og hún var alltaf mjög upptekin af því að hugsa út fyrir ramman vera leikandi og ekki taka hlutum sem gefnum Kannski að því að hún ímynda sér að hún ætti einhvern annan Já, en hún samt sem áður gengst inn í það hlutverk að hún fyrir að eignast börn 1950 eignast börn á árunum 1950 til 1966 6 stykki heimavinnandi með öll þessi börn og þú veist, saumar og þvær og þrýfur og gerir allt sem það þarf að gera einhvern veginn tekur svo mig ofan á þetta allt saman þannig að sko 1978 þegar ég er 4 ára og hún búin að vera í 28 ár alupbörn, hún var með mig þarna þangað til ég er 4 ára þá flytja mamma og pappa út á land þá er amma búin að koma okkur öllum einhvern veginn fyrir horn
og þá fyrir hún í nám og það var það sem hann langaði alltaf til að gera og hún gerðist leiðsögumaður, lærði dönsku í háskólanum, fór í öldungadeildina í MH, var einhvern veginn og bara drakk í sig allan þann fróðleik sem að til var. Hún ein af þeim sem að sátu við eldhúsborðið og skipulögðu kvennafrídaginn 1975 og var einhvern veginn, varð að einhverju allt öðru heldur en húsmóðurinni sem að hún hafði verið. Þegar hún gerir þetta, þá segir hún upp húsmóðurstarfinu. Afi hafði verið sendibílstjóri, vann myrkran á milli til þess að eiga ofan í allt þetta lið, risastóra fjölskyldu og hún bara sagði upp, það var bara ekki vaskað upp og það var enginn sem tók boltana. Það var bara þau drukku úr niðursuðudósum frekar heldur en að vaska upp glös í einhvern tíma, þú veist, og svo bara aðlagaðist fjölskyldan þessu og afi fór að elda og það var einhvern veginn miklu seinna heldur en hjá venjulegu fólki og bara út af aðstæðum og alls konar sko. Þannig að hún gerði alls konar algjörlega magnaða hluti. Og manstu þennan tíma þegar umbróta tímana þegar það var ekki vaskað upp? Ég veit nefnilega ekki, sko, ég held, ég man alveg eftir að hafa drukkið úr krukkum en mér fannst bara eins og það væri bara eitthvað sem maður gerði. En þú veist, eftir að hyggja þegar að þau systkinin lýsa þessum tíma að þá fatta ég hvað þetta var. Ég skynjaði það ekki þá. En já, en nei, amma var algjörlega mögnuð og eiginlega svona mín stærsta fyrirmynd að mjög mörgu leyti. Svo endaði hún á að fá Alzheimer og dó að mínum að þetta allt og hún var 83 ára. Hún átti, heimurinn þurfti að hafa hana lengur og hún, já. Og það erfitt að missa fólki í Alzheimer? Hræðilegt og sérstaklega... Leysist upp einhvern veginn fyrir nátt. Já, en það sem að hún gerði samt, hún fekk mjög góða útgáfu af Alzheimer, ef það er hægt að segja svo, að því að hún var ekki reið, eða lítið reið. Og ekki hrædd. Lítið, en hélt alltaf í og varð eiginlega meir og meiri húmoristi eftir því sem að leiða og varð eiginlega bara fyndnar og fyndnari. Og allan tíman hún dó áður en að hún hætti að þekkja okkur, sem var líka mjög gott, hún fór ekki alveg. Þannig að ég held að við höfum verið mjög heppin með útgáfu, sko. Þegar hún þekkti þið þá þekktu hún ekki alveg í dag, það gat verið þú sem barn eða var það ekki þannig? Jú og Anna dóttir mín var svolítið mikið ég, þú veist og það var alls konar rugglingur í henni en það var ekki þannig að hún horfði á mig og segði bara hver er þú sem að gerist þannig og afið og gott fyrir afa hann lenti aldrei í neinu þess áttar þú veist hún átti afa og hún elskaði afa þangað til hún dó sem er mjög gott. Mamma sá sko horfið fólk og þegar maður kom nú hittur ekki Gunnar bróðir þegar það komst og eitthvað sem að dó fyrir 20 árum. Já, einmitt. Þannig að maður upplifið að þessi svona hugmyndum að við verum aftur að hverfa eitthvað þá myndum hitta aftur fólkið okkar. Já. Það var bara raunverulegt sko hjá mömmu sko. Hún bara var að fara að verða aftur bara lítil stúlka á Austurgötunni hjá afa og ömmu sko. Já, einmitt. Þannig að sömuleyti þetta líka eitthvað leyti sko fallegt. Já, og það stundur sagt að sko tvisvar verið gamall maður barn. Já, það er. Og amma sagði nefnilega svo fallegt einhvern tíma við mig, ég var eitthvað að passa hana, og það var þannig tíma, hún var á milli deild að verða komin inn á eitthvað og ég segi, á mig, nú kem ég og ég ætla að passa þig. Og hún sagði, já, ég hef nú búin að passa þig í gegn tíðin og þú getur passað mig núna. Það var eitthvað svona... og það var þannig að undir lokin var ég einhvern veginn farin að passa hann og hún passaði mig og það var bara allt fallegt við það. Já. En samt kemur það manni svolítið á óvart þetta hlutverk. Það er enginn sem var eiginlega búin að segja manni þetta. Mér varst það svolítið. Já. Að því að hugsaði, er ekki eitthvað að hjá okkur að ég er eiginlega ekki búin að vera óundibúnar undir neitt hlutverk heldur en að vera sagt, fullorðin maður að sjá aldraða foreldra. Ég hafði enginn bara hnift í mig og sagt mér frá þessu. Nei, það er náttúrulega svo margt sem að samfélagi gerir ráð fyrir og ég meina og þetta er eitt af þessum hlutverkum sem við áttum okkur ekki á. Það er rosalega margar að við förum aftur í þetta með hvenær konur verða feministar. Það er mjög algengt að þegar konur fara út á vinnumarkaðinn að þá verða þær feministar að þá fatti þær allt það sem að fullt af konum er búin að vera að tala en þær trúðu ekki að myndi koma fyrir sig. Sama með, þú veist,
einhverju hefði sagt mér að börnum mín eru unglingar, þá hefði ég kannski endur skoða barnegnir, skiljið, það er alls konar svona hlutir sem að, kannski búið að segja okkur alls saman, við bara heyrðum þetta ekki. Já, eða við vorum ekki tilbúin til þess að hlusta, að, En ég ætla að leiðrétta þig. Þú sagðir að vissi enginn hver væri faðir ömmuðinnar, en langamæðin vissi það náttúrulega. Já, hún fór með í gröfina. Af hverju? Af því að, og það er nefnilega hluti af þessari sögu sem er mjög merkilega, að þessi kona sem er með líkamlega fötlun, einstæð móðir í Hamborg, hún kemur til Íslands einhver tímann þannig upp á 1930, kaupir húsnæði við Laugaveg, stofnar saumastofu og rekur saumastofu lengi þar. Áður en hún kynnist svo nýjum manni og flytur með honum einhvert. En það að hún hafi getað gert þetta, farið út, eignast barnið, einhvern veginn séð fyrir sér þann úti, komið heim, keypt sér húsnæði og saumastofu. Einhvers staðar hefur hún fengið þessa peninga. Og það er svona hugmynd í ættinni. Þetta núna er fólk að fara og fer bara í DNA, finnur svona, ég heirt alls konar sögur að fólki sem hefur fundið ættina sína meðal annars í nágrenni Hamborgar. Það var mjög falleg saga sem að maður sem ég þekki fór og kynntist bara ættinni sinni aftur sem að bjóð þarna einhverju lítilli eyju þarna á mörkunum á Þýskalandi og Danmörku. Þessum svæðum sem eru ýmist tilheyra Danmörku og Þýskalandi. Og allt í einu bara sér fólki sitt. Allt í einu er einhver sem lítur út eins og ég og getur verið skemmtilega sögur. Og ég meina við fylgjumst náttúrulega með þessum núna því að Facebook er svo opið, sko. Það er alls konar fólk að finna fólki sitt. Það er ekki svona löngun í ykkar ættar. Jú, við hefum svoleiðist að ég veit ekki hvað að verið draukna marga vínflöskur yfir þessu vandamáli, sko. Mjög skemmtilegt. En hún vildi ekki segja. Hún vildi ekki segja. En svo er það líka. Heldur að hún hafi fengið peninga gegn því að segja ekki? Já, ég held að hún hafi valið og ég held að þetta sé bara, þetta er eina af þessum hotlustu klemmum sem að konur eru stöðugt að glíma við. Hvað á ég að gera? Þú veist, ég er bara kona í samfélagi sem er ósanngjarnt og mun aldrei meta með verðleikum og ég mun aldrei eignast tækifæri. Ef það er hægt að kaupa þögn mína með þessum hætti og ég meina, amma leið fyrir það, veit ekki hver pappina væri, en hún hefði kannski liðið miklu meira fyrir það ef að langamæð hefði sagt frá því og þú veist, hver veit hvað hefði þá gerst. Ég sagði að það var í minni ætt, þess að afi minn, hann var það var einhver Briti í danska hernum sem að gekkst við honum og þannig að langamma fekk eitthvað greitt með honum en þessi Briti kom aldrei til Íslands, sko, þannig að það var eitthvað svona, þannig að vissi það ekki. Svo þegar afi liggur bannaleguna, segir sagan, að þá kallar hann á elsta son sinn og segir við hann mamma mín sagði mér hver var í faðir minn þegar hún lá bannaleguna og nú ætla ég að segja þér hver er faðir minn. Og þá sagði elsti sonurinn, þú er búin að þegja yfir svona lengi, það var bara ágættu að aldrei áfram og þegja yfir og gekk út. Já. Þetta er svo ótrúlega saga, ég bara veit ekki alveg hvort ég trúi henni, en svona er hún. Já. En þá er þetta svona spurningin það að hvort að við eigum að vita eða þau er búin svo lengi sem þú veist ekki og þetta er eitthvað. Já. Þetta er ríkt í ykkar ætt að það er einhver leggur þarna sem að þið vitið ekki hver er. Já, og það er bara mjög merkilegt að skoða Íslendingabók og það bara hverfur. Það er bara vantar eina grein í ættartréð. Herðu, en þetta var heimili ömmuðina þess að þú ólst upp að hluta til og þú ólst náttúrulega líka upp hjá foreldriðinu. Já, og svo er náttúrulega ósanngjarnt að tala ekki um afa sem að var náttúrulega líka þarna og var mér líka svolítið sem pabbi. Hann ólst upp í Fljótstungu í Hvítársíðu, átti þar fullt af systkinum og hann átti að taka við bænum. Hann var Páll Bergþórsson og bróðir afa. Hann var sendur til náms, afi fekk ekki að fara í nám, hann langaði til þess en fekk það ekki. Svo segir sagan, að því að hann átti að taka við bænum, nema að svo kemur kennslukona í sveitina sem er amma
og hún hafði og þau verða ástfangin og hún sáð ekki fyrir sér að búa á Sveitabæ, þannig að hann flutti til Reykjavíkur og tók ekki við búskapnum eins og til stóð, heldur gerðist sendibílstjóri í Reykjavík og það eitthvað sem ég held að afi hafa alltaf svolítið séð og þau bæði og það bara svolítið til marks hvernig samfélagið var þá og hvaða var mikið af stífum reglum hvað mátti og hvað mátti ekki og hvað tækifærin voru ógeðslega skert að þau gerðu ekki það sem þau langaði til að gera. Þau höfðu ekki tækifæri til þess að verða fólkið sem þau langaði til þess að verða. Hvað langaði þau að gera? Ég held að afa hafi langað til þess að mennta sig. Hann langaði til þess að gera eitthvað annað, hann langaði til þess að vinna með dýrum, hann langaði líka til þess að vera með ömmu, það var alls konar, en það voru ekki tækifæri til þess að einhvern veginn blanda saman hlutum, annarkvort bara vannst þú fyrir þinni fjölskyldu eða þú gerði það ekki. Þannig að já, ég held að þau hafi bæði liðið fyrir það hvað samfélagið var lokað og með asnalega reglur. En, já. Var þetta pólitísk heimili? Já, afi var náttúrulega að segist að hafa verið framsóknarmaður, sko. Kvennapólitískt heimili, mjög, já. Síðar? Nei, bara alltaf mjög rík áhersla á og það var mikið talað heima hjá okkur þá, eða sem sagt, ég man bara frá því ég lítil að þá hvað heitir þetta, svona orðatiltæki, það þarf tippi til. Það þótti mjög asnalegt og það var mikið gert grín að því að kallar mættu bara eitthvað eða kallar gætu bara eitthvað og að segja að það þarf tippi til eitthvað sem amma sagði mjög oft í hæðinni. En var hún svona óþekk? Já, hún var það og ég meina að segja að það þarf tippi til 1970 eitthvað er náttúrulega kannski bara frekar brútal, sko. Hún svolítið að segja það vegna þess að hún veit að þetta verður svolítið skjálfti í... Já, sjálfsagt, en hún náttúrulega bara að segja þetta heima, þú veist, og eitthvað svona, að ala upp svolítið brútalisma í okkur sem bara mjög gott. Já. En foreldrarnir? Já. Svo eru þau náttúrulega, já, mamma náttúrulega afsprengið þessa heimili sem náttúrulega ríkari þáttur í mínu uppeldi að því að við vorum þarna með, þú veist, amma tók við mér og allt þetta, þannig að sáleggur ríkari þarna þegar í minna æsku. Sömuleitt eftir system mömmuðinnar. Já, svolítið. Pabbi kemur svo úr fjölskyldu sem að norðan og að vestan, ólst upp á Siglufirði þangað til hann var, ég veit ekki, 9 ára, eitthvað svoleiðis. Rosalega mikill skíðamaður, átti mörg, hann yngstur eða yngstur, átti 2 systkini sem voru miklu eldri og svo ólst hann upp með 2 öðrum systkinum sínum sem voru nær honum í aldri en hann var samt yngstur og minnstur, hann var alltaf svona litli bróðurinn. En svo fluttu þau í bæinn sennilega þegar pabbi svona 10 ára, 1960 eitthvað og amma var dáin áður en ég fæddist. Hún dó úr krabbameini þegar ég 1 árs, þannig ég man ekkert eftir þeirri ömmu, en afi aftur á móti var, eftir að ég man eftir mér, að þá var hann húsvörður í Samvinnubankanum. Hann bjó þar sem að núna hérna lofthostel. Þar var íbúðin hans og ég var mjög mikið þar, sko. En hérna þar líka, ef ég hugsa sko pappa og fjölskylduna hans, að þá sko, og sérstaklega þessi 2 systkini hans sem að eru á lífi og eru nær honum í aldri, að þá eru þau líka svolítið eins og foreldrar mínir, öðruvísi og kannski aðeins seinna, að því að þau áttu svo mikið á krökkum á mínum aldri. Að og dætur Bigga, bróður hans pappa, eru mér svolítið sem systur líka. Þannig að það svolítið svona, það rosalega þétt. Þú svona kynslóða villingur. Ég það, já. Flakkar hérna á milli. Já, einmitt. Þú ert eiginlega systkini foreldranna. Já, en samt líka svolítið systkinabarna minna í hinn áttina. En aðalega á ég bara rosalega mikið af stóra fjölskyldu. Það mikið þorp sem áður upp. Já, bara ógeðslega mikið af fólki sem að mér þykir vænt og þykir vænt mig. Sem bara alveg geggjað. En pabbiðinn að vera hérna giftur svona feminista og eiga alltaf þessa feminista dætur.
fundi ekki kallanir svona tilmöðunum að hafa lent í þessari ólökku í lífinu? Jú. Mikil ósköp. Að lent í þessu? Jú. Og hvernig tók hann því? Hann bara lifði með því. Það er bara... og ég meina, og hann og það er það sem er svo fyndið, sko, pabbi er mikill íþróttamaður, hann er mikill golfari, hann væri undir öllum eðlilegum kringumstæðum mikill kallakall. Þú veist, og ef hann væri ekki hluti af okkur, en hann það bara ekki. Hvað er að vera kallakall? Sá sem að nýtur sem best í einhverjum veiðiskúr þar sem eru bara kallar Já, þú veist, ég meina, hann var alltaf á skíðum í gamla daga sem var alveg svolítið svona kallægt, sko, og var mikið bara alls konar íþróttum og er búin að vera núna rosalega mikið í golfi sem er náttúrulega svona mjög svona feðraveldir sport, þannig. Mikið að konum í golfi. Já, en þetta er svona ríkir kallar sem að einhvern veginn byggu til þessa íþróttagrein. Þetta er einstaklisíþróttir, sko. Kallakarlarnir, þeir eru í fótbolta, það er búningsherbergið. Já, hann var líka þar. Og það gerist ýmislegt í þessum golfi líka sem það er, já. En pabbi er bara ekki þar, þrátt fyrir að vera þessi mikli íþróttamaður og ég meina þetta er ekki allir íþróttamaður, það er bara síður en svo. Og hann er sérkennari. Hann hefur unnið mikið með börnum með alls konar sérþarfir og í þáu barna með alls konar sérþarfir verið að skipuleggja alls konar úrræði og hefur alltaf verið mjög svona samfélagslega þenkjandi. Þannig að það er einhvern veginn, og hann hefur verið, hann kannski, það getur svona fókið í hann af pólitískri réttlætiskennd, gagnvart svona hefðbundnum stjórnmálaflokkum á meðan við mamma höfum verið meira í kvennapólitíkinu og ekki kannski svona þessum hefðbundin stjórnmálaflokks nálgunum, þó ég hef alveg verið í hefðbundin stjórnmálaflokki og allt það, að þá er grunnhugmyndafræðin mín byggir ekki á stjórnmálaflokki. Ég bara fór inn í stjórnmálaflokk til að reyna að koma henni að tíma og það virkaði ekki. Þannig að... Herðu, þú ert hvað, fædd 74 eða? Já. Þannig þú ert svona kynslóð Bjarna og Katrínar. Svona fólki sem að... Milli þeirra. Já, svona stýri mestu í samfélaginu í dag. Og ég veit kannski ætti maður að reyna að skilja bara þessa kynslóð. Þetta er náttúrulega þegar að komast í svona vits og ára og nýfrjálshyggju árunum. Svona svolítið ólík minningkynslóð sem að kennst þér í vits og ára áður en að nýfrjálshyggju kemur. Sko við Bjarni, djók. Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja um mína kynslóð, sko. Ég er eiginlega... Það er eiginlega aldrei talað um þetta sem kynslóð, sko. Nei, og það er líka rosalega erfitt. Ég held að þetta sé kynslóð, sko. Ég held að við getum fundið eitthvað út úr þessu með því aðtuga, sko, hvenar, hvað þetta fólk hefur gengið í gegnum. En málið er samt að þú veist að við skoðum mig og Bjarna og Katrínu, að þá voru við alveg virk líka á nýfrjálshyggju árunum. Þú veist, við vorum alveg byrjuð að láta til okkar taka þá með mjög ólíkum hætti eins og við gerum kannski í dag. Þannig að ég held að það sé líka, maður þarf kannski bara, ég held að það er sagt sem hann segir, ég held að mín kynslóð er kannski svo kynslóð sem hefur mest áhrif í samfélaginu í dag. Það er bara valdamesta, þú veist, þessi fólk 50 er bara það fólk sem stýrir samfélagum yfir höfuð að jafna því. Ekki í Bandaríkjunum, það er það fólk áttrætt. Já, forsetinn, en það er samt, ég veit ekki. En það er verið þannig á Íslandi. Það er eldra í Bandaríkjunum. Ég dundar mér eins og við þetta að fara yfir sko þjóðþing og eitthvað fleira. Það er náttúrulega Bandaríkjunum alveg sér á kapitúli og við erum, það er eiginlega þessi kynslóð sem er eiginlega allt þingið okkar á meðan að í Norðurlöndum til þess þá sér maður þessa kynslóð og kynslóðuna fyrir undan. En ég held að þessi kynslóð þegar verður að fara að skoða þetta að hennar hvernig hún kemst til áhrif á valda og hvað hún heldur þau lengi að það verði sko hluti af þess að segja við þurfum eiginlega að fara að skilja þessa kynslóð. En ég held að það sé ekki hægt að skoða kynslóður fyrir eftir á. Ég held að það sé kannski ástæðan fyrir því að við erum ekki, en ég er bara núna fyrst að átta mig á því hvað ég er hluti að valda miklu fólki. Og einhvern veginn, það er alveg sem að hvar í stingniðu fæti, þú veist, allir mínir vinir og allt mitt krát er fólk sem hefur ógeðslega mikil áhrif. Og ég er eiginlega bara, nýbúin að fatta það og er að bastla við að reyna einhvern veginn að átta mig á því hvað gerum við öll þessi áhrif? Erum við í alvörinu að beita þeim eins og við ættum að vera að beita þeim? Þú veist, erum við að gera eins mögulega eins mikið gott
hátt og við mögulega getum. Ég er ekki að þessar kynslóð og ég myndi svara þessu nei. Nei. Ég finnst þetta að vera svona, það sem hefur mig undrar þessi í pólitíkinu núna er það hvað hérna til dæmis ríkisstjórnin og þingið upplifi sig sko valdalítil að bara að hafa svo fáa kosti. Bara eins og þessi húsnæðismál sem er bara augljóst, það vantar bara húsnæði fyrir fátækara fólk og svona milli tekið fólk og þar fyrir neðan og það er alveg ljóst að vita allir að markaður mun ekki leysa það, þannig að við þurfum að gera eitthvað í þessu. En það er eins og fólk upplifið að það hafi engin sko tök á því að gera eitthvað í þessu annað en að vera að tala að við þungar áhyggjur af þessu og við erum að vinna að einhverju svona og ég er alveg hættur að skilja þetta fólk. Já. Nei, ég meina það og þú veist, og þetta er bara eitt af fjölmörgum verkefnum. Og ég meina auðvitað þú veist, annað ekki þetta að segja bara heil kynslóð, ég get ekki sagt eða dæmt það hvort að heil kynslóð sé að hafa nógu mikil áhrif. Ég meira hugsa fólki í kringum mig, bara hvernig erum við sem að, ég meina ég og þetta vini sem eru bara tiltölulega líkir mér, sem hafa sambærilegar hugmyndir og sambærilegan vilja, að þú veist, erum við að gera allt það sem við mögulega gætum verið að gera. Og eitt af því er einmitt þetta með að við horfum á stjórnmálin, hefðbundin stjórnmál, hvað er að gerast á þingi og hvað er að gerast í sveitarstjórnum. Og þú veist, ég meina, gamli flokkurinn minn er ónýtur, hann er það bara, það er algjörlega borin vona þessi flokkur einhvern tímann eftir að ganga í endurnýjun lífdaga. Sósíalistaflokkurinn hefur einhvern veginn, aldrei náð að verða það sem að ég vildi að hann yrði. Píratar... Aldrei, við erum ekki leið okkur að fæðast. Já, hann er alltaf ekki ennþá. Píratar eiga frábært fólk, en ég treyst ekki alveg heilum stjórnmálaflokki sem er samsafnað af alls konar fólki með alls konar ólíkar hugmyndafræðir. Samfylkingin er bara, virðist bara ætla alltaf þegar hún einhvern veginn nálgast það að verða að einhverjum almennilegum vinstri, hvað maður segja, svona valkosti, að þá dettur hún alltaf tilbaka í eitthvað rugl og svo nenni ég ekki að skoða það sem er hinn megin við miðju. Og fordæmir allt í sér sem ég er vinstri mennska. Já, þetta er bara... Breski verkefnaflokkurinn er að gera, sem bara, hefur ógeð á vinstri mennskun í sér. Já, bara dæmt til að vera glatað. Þannig að það sem að við höfum verið að ræða svona bara okkar á milli, hvað gerir kona sem hefur rosalega ríka pólitíska eða þörf fyrir að taka þátt í pólitík eða hafa áhrif á samfélagið þegar stjórnmálaástandið er svona. Vist, er ég í alveg að fara að stofna enn einn helvítis flokkin? Af því að þeir eru ekki að gera það sem að ég myndi vilja að þið værið að gera, VG er ónýtt, þú veist, eru að fara að tala enn einn kvennalistan. Ég gerði einhverja veikburða tilraun til þess einhvern dag fyrir einhverjum árum. Það var ekki, þú veist, það virkar ekki. Þú í þessu þannig hvenna... Framboðs... Hvað hétta? Kvennaframboðið. Í borginni, 2018. Já. En það, þú veist, þetta eru hlutir sem að einhvern veginn hafa ekki verið að virka og þá hef ég núna, ég held að mín áhrif eða mínum kröftum sé best varið í grassrótinni. Að við séum ekki, það er engin hefðbundin stjórnmálaflokkur sem er einhvern veginn að fara að breyta samfélaginu á næstu misserum. Held ég að þurfa að kynda undir, við þurfum að vinna í kvikusöfnun. Að bara reyna að finna út hvernig getum við myndað nægilega mikla spennu til þess að annarkvort þau stjórnmálaöfl sem að núna eru eða einhver ný fara að sinna þessum málaflokkum eða einhver ný stjórnmálaöfl sprettu upp. En það er ekki... Það verður ekki að hafa hvort tveggja, annars þurfum við að hafa náttúrulega lifandi grassrút, bara ólíka hagsmunahópa og mikla deglu í samfélaginu. En við verðum náttúrulega líka að hafa skipulag til þess að geta náð fram einhverjum breytingum. Nákvæmlega. Það er ekki bara gert með stjórnmálum götunnar. Nei, aldeilis ekki, en þetta þarf að vinna saman og ég held að hluti af því hversu léleg pólitíkin er, hinn hefðbundna flokkapólitík, sé að því að hagsmunahóparnir eru ekki, það er ekki nógu mikil spenna þar. Þannig ég held að við getum ákveðið að fara inn í stjórnmálin en það vantar meira afl hinum megin til þess að veita aðhald og fæða pólitíkina, flokkapólitíkina. Sko bæði, það má vera að það vanti meira afl í svona stjórnmálgötunar eða bara svona ýmiskonar hagsmunahópa. Þannig að samfélag verður ekki gott nema við höfum verkalýshreyfingin upp á sitt besta og kvennarhreyfingin upp á sitt besta og bara barátta fólks fyrir réttlæti, bara alls staðar út allt samfélag upp á sitt besta, fjölmiðlarnir virki og fleira. Það verður ekki gott samfélag þá. En
Það líka þannig að sko þá getum við ætlað að það myndi hafa áhrif á flokkana og þetta gerur það ef við erum að horfa á svona þú veist að því að sagan ferðast eitthvað svona þess að væri að tala nýfrjálshyggju árin þá var ég að tala svona bara tímabil sem að eru svona ríkjandi hugmyndafræði sem að hefur en flokkanir í dag ég held að þeir séu að svo fórust á flokkana sé miklu meira búin að klippa sig frá grasrótinni og telur sig geta lifað og starfað án þess að hafa til dæmis, ég held að fórust af VG telur sig geta starfað án þess að hafa raunverulega virkt tengsl við verkalýðshreyfinguna sem að ef ég hefði sagt þetta við einhvern alþýðubandalagsmann 1980 hann hefði haldið að væri klikkað. Já, en það er nákvæmlega þetta sem þarf að gera og það má ekki leyfa pólitíkin að komast upp með að geta lifað án grassrótarinnar. Þess vegna, þú veist, og þetta er bara spurning hvar byrja við, hænur og egg, skilur við. Ég er á því, eða mig langar og ég held að mínum kröftum sé núna, ég er búin að prófa svo margt, þú veist, núna langar mig til þess að vera grassrótarmegin og byggja upp eitthvað, ég veit ekki eins og hvað, en vera bara virkur gaggrínandi og taka þátt í eins miklu félagsstarfi og hægt er. Þetta er svona kannski árangursrík barátta sett saman úr annars vegar svona motivasjón og hins vegar organisasjón og við verðum að hafa þetta bæði sko. Og svo má þetta vera tími þar sem okkur vantar sko motivasjón. Stundum finnst mér það. Stundum finnst mér að okkur vantar bara eins og andlega vakningu í samfélaginu sko. Að það er bara það að fólk gangist inn í þetta samfélag sem við búum inn í með þeim lögmálum sem það er að það er kannski bara, dugar kannski ekki bara pólitík til þess að vinna á því. Við þurfum bara að fá ykkur bara andlega vakning og þess vegna var ég kannski að spyrja þig áðan svona persónulega hvað baráttan getur verið persónuleg ég þetta endur skilgreina sjálfa mig í baráttunni stundum veltiði fyrir mér að við þurfum bara að vera þar eitthvað stað sko af því að sko andstæðingurinn er svo sterkur og hann er svo skipulagður og hann er svo ríkur og hann er svo auðvelt með að kaupa fólk hann er svo auðvelt með að stela hugmyndum eins og þú nefndir hann áðan að þetta taka hluta af kvennabaráttunni og láta hann að lúkka eitthvað eins og hún sé í gangi en bara til þess að raunverulega íta undir óbreytt ástand. Já, nákvæmlega. En já, ég samt sko andleg vakning er eitthvað sem að ég er ekki að tala trúalega. Nei, ég veit. En það er samt, já, en það er samt svolítið það sem að sko hægri populismin er að stuðla að. Þar er andleg vakning í gangi. Og endurreisn Make America Great Again. Já, það er svolítið og ég held að því að ég var aðeins að svona hnýtiði varandi orðaval að þá þarna varandi hernaðar tungumálið að þá er það svolítið og nú er það snýst sko líka aðferðafræðin þó svo að þessi andlega vakning þar sé að virka sannarlega að þá vil ég ekki beita þeim aðferðum. Ég vil ekki fara í ég vil miklu frekar fá fólk með mér í lið með því að útskýra, sannfæra, rökstyðja það sem ég er að gera. Í staðin fyrir að einhvern veginn fá fólk með mér á einhverjum svona einhverju blindri aðdáin eða vakningu, skilur þú veist, það þarf að vera og það er kannski það sem er erfiðast við mannréttindabaráttu og hún er svo flókin, hún byggir á svo erfiðum hugtökum, hún byggir á svo núansiruðum hindrunum. Hún er svo lífið sjálft. Já, en það er það sem við erum alltaf að fást eins og ég var að segja við viljum heldur ekki að lífið sé og einfalt sko. Nei, akkurat. En þess vegna erum við miklu erfiðara með að ná eyrum fólks og stuðla andlegri vakningu heldur en einhverju populistar sem að geta bara sagt eitthvað bull og fengi fólk með sér. Andleg vakning, þetta er svona, ég hugsa þetta sem svona tilvistarlegt. Þú veist, hvert er hlutverk mitt í samfélaginu? Þú veist, get ég bætt mitt líf með því að bæta sjálfa mig? Eða er kannski bara stæðstu hlutin að mér er á milli mín og annars fólks þannig að það sem er besta sem ég geti gert til þess að bæta sjálfa mig var að bæta samfélagi sem ég lifi hef ég skyldur gagnvart samfélaginu hvað skyldur hefur samfélagi gagnvart mér á ég að taka þátt í samfélaginu ber mér að taka þátt í samfélaginu taka að mér kannski einhverja vinnu við það að vera þarna í orginæshlutunum þar sem ég þarf kannski að gera eitthvað svona kompromi við eitthvað svona ná fram ber mér að gera það eða á ég að vera hreinn úti út á torginu og tala það hvernig við gætum verið þú veist þetta er eitthvað þarna sem ég var að tala Já, en þetta er aftur samt sko, þetta mér í huga sem Drífa Snædal sagði einhvern tímann með daginn hvað var það? Það var í samhengi við eitthvað það sem hún sagði sko allar þessar sjálfshjálparbækur allt þetta þar sem að við erum að reyna einhvern veginn að bæta okkur og velta fyrir okkur okkar hlutverki sem einstaklinga þetta er sko það sem að
er einhvern veginn að það er svona einstaklingshyggja í þessari nálgun. Ég meina, mæður okkar, þegar þær vildu ná einhverju fram, þær voru ekkert að spá í sig, þær stofnuðu samtök. Þær vissu bara það var það sem þurfti. Ég er að tala um það sem andlega vakning. Það er, já, og það er það sem losna út úr sjálfsjálfsbúknum. Já, hætta að spá í bara hvað ég eitthvað, bara, þú veist, það er eitthvað samfélagslegt viðfangsefni hérna og það eina sem virkar, og við vitum það öll, það er að hóa saman fólki, búa til samtök og breyta. Já, og þar fyrir utan að þá mun það bæta þig sem einstakling meira heldur en allar sjálfsjálfsbækurnar og allar. En ég held að sko formaður okkar sem að breyttu samfélaginu stórkostlega, enginn þeirra var að spá í hvað það gerði fyrir þær sjálfar. Þær voru allar að hugsa, þær hugsuðu ekki á þessu leveli. Þetta snýrist ekki um þær. Og það er einhvern veginn, held ég, við þurfum að fara að taka sjálf okkur aðeins út úr þessu. Við erum bara hluti af einhverjum graut, sko. Já. Ég held að það sé. Og líka að horfa á það eins og hvað við, hver er sameiginlega baráttan okkar og hvernig við getum unnið saman og við getum unnið saman, það er ekki einhver algild samþykkt á þér þótt að ég kjósi að vinna með þér í einhverju baráttu. Það er alls svona flækjur sem er búið að setja inn í þetta, hvernig við vinnum saman. Rosalega algengt, já, það var nú eitt af því sem ég ætlaði að segja þarna áðan, þetta með að sko, að við megum ekki vera ósammála, við megum ekki gagnrýna og eitthvað svona, því þá erum við ekki saman í liði, en svo er það líka þannig að það er rosalega erfitt að vera sammála mér eða þér, að því við erum of róttæk og við erum of svona og of hinsegin. Já, hér er alltaf svona neðamálsgrein. Já, ég er nú ekki sammála Sólveig allt, en að því að það er rosalega mikilvægt að taka afstöðu, passa upp á því að ég sé ekki sammála öllu. Að í staðin, kallar segja þetta aldrei, feðraveldið, Bjarni Benediktsson segir ekki, ég er nú ekki alltaf sammála Brynjari Níelssoni en hann segir bara ég er sammála Brynjari Níelssoni eða ég er ósammálunum og það er ekki svona dæmur fyrir hvað. Þetta séu sumi kallar sem eru að koma svona inn á Facebook hjá mér sem að segja kannski í 14. skipti sko, ég er nú aldrei sammála Gunnari Smára en núna er ég sammálunum og það eru kannski búin að segja þetta aftur og aftur. Þegar þeir bara trúa því að þeir verða að segja þetta að ég er aldrei ekki kvitt upp allt sem þessi maður sér. Akkurat, en það má kvitt upp á, en þú þarft ekki að segja það þegar það varðar Bjarna Ben eða þegar það varðar einhvern sem er hluti af mainstream hugmyndafræði. Nei, endur þeir aldrei umdeldir sko. Hannes Hólmsteinn er ekki umdeldur. Nei, akkurat. Sem er náttúrulega alveg ævintýralegt. En þú ert rosa umdeld. Já. Herðu, þú sagðir áðan, það sé ekki hægt að berga VG. Og því þetta er nú eiginlega svona helsta pólitíska máli núna, það er hrun VG. Ég veit ekki hvort að vöxtur samfélkingana sé raunverulega áhugavert mál, ég veit það ekki. Af því að þetta getur verið bara, það er ekki bara best að kjósa Framsókn eitthvað svoleiðis. En náttúrulega það er vöxtur miðflokksins sem er mjög áhugavert mál og hvort að það að sem ég held að gæti verið dæmi í hollenskri pólitík að þegar að sko klassíski hægri flokkurinn horfir til sko nýja hægrisins og ætlar að taka stefnumál þess að þá minnka þeir en hinir vaksa. En það getur verið horfið það. En hrun VG er náttúrulega eitthvað svona, er þetta ráðgáta eða? Nei, bara svo fullkomlega eðlilegt. Ég meina þetta er bara mjög langdreið pólitískt sjálfsmorð. Og hvað var það? Ég veit ekki hvert að byrja og hvert að enda. Kannski var þetta aldrei hægt í upphafi að því að það er sagt sko að þetta hafi verið feminismi, umhverfisvernd, friður og félagslegt réttlæti. Þannig sósíalismin var svo lítill, hann notar hann aftast. Kannski var þetta bara... Nei, það er ekki rétt hjá þér vegna þess að feminismi var ekki ein af grunnstóðunum í upphafi. Nei, við börðumst fyrir því að fá feminismi eins sem grunnstóð, setna. Þegar ég er að tala við VG fólk í dag, þá fara þau með þessa þölu. Já, það er bara, ég er víst feministi, það er alveg hægt að segja það. Það er bara sama, en það var sannarlega ekki þannig. Það var félagslegt réttlæti, friður og umhverfisvernd. Feminismin kemur inn, við börðumst fyrir því við smöluðum inn á landsfund til að fá samþykta grunnstefnu í kvenfrelsi. Og það mátti ekki heita kvenfrelsi, það var endalaust slagur það hvort það heiti kvenfrelsi eða jafnrétti og svo framvegis. Allavega, þá, þetta verður svo að þessum 4 grunnstóðum og... Gat þetta haldið saman? Já, þú veist, ég meina... Þetta hefði getað farið betur. Já, en ég held að það sé ekki, sko, þetta er ekki vinstra fólki að kenna, þú veist, að vinstri hugmyndafræði eða þessi hugmyndafræði sé svona hræðileg, nei, það er bara, ég held að það sé alls ekki málið, sko. Ég held að, og, já, ég held að það hafi bara á einhverjum tímapunkti
og þetta var alltaf, á meðan ég var þarna inni frá alltaf 2003 til 2016, svona cirka 2003 til 2016 svona það bil 4, veit það ekki ég mjög virk 2006 til 16 10 ár. Á þessum tíma var stöðugt þetta jafnvægisspil, hversu róttæk eigum að leyfa okkur að vera, hvenær erum við að fæla fólk frá málstaðnum, hvað má og hvað má ekki. Og á endanum, á einhverjum tímapunkti, þá vann kjarkleysið. Það að nú ætlum við bara að beita okkur án þess að rugga bátnum of mikið, af því að það er svo hættulegt að rugga bátnum. Við viljum ekki stuðla að polarisering varð allt í einu að sko helsta hættumáli samfélagsins að mati vinstri flokks, sem er náttúrulega bara sturlað. Meikar enga sensi svo þess. Nei. Ég meina, en af því að polarisering er náttúrulega bara afleiðing af því þegar að hægrið er í þessari uppsveiflu og í rauninni er ekki polarisering, burt sér frá því. Það er ekki polarisering að hluti að samfélaginu vilji sko bæta það. Nei, það er bara ekki þannig. En það sem að gerist sem sagt er að þau hætta að þora að vera aflið sem að þarf að vera að rugga samfélaginu. Og það bara dettur einhvern veginn, fólk hættir, fer bara og það, þú veist, það fer fullt af fólki úr flokknum sem að var samt alltaf notað sem róttækleginu. Við vorum þarna, það var fullt af fólki sem var fremst, Kolla Halldórs, alls konar fólk á sviði umhverfisverndar, á sviði félagslegs réttlætis, á sviði sósíalisma, þú veist, hann Albaníu Valdi var mikilvægur hluti af VG því að hann var nógu róttækur til þess að halda í grasrótina, en hann var of róttækur til þess að fá eitthvað alvöru hlutverk innan flokksins. Það var skraut svo. Já. Og það var passað upp á að halda í þessar skrautfjaðrir, fólk sem þorði að tala, og þess vegna og þessum að VG þoldi aldrei við mig var að ég krafðist þess að hafa vald. Þannig að ég var oddviti þarna þrátt fyrir að megin þorri flokksins vildi ekki hafa mig sem oddvita því ég fældi of mikið í burtu. Og svo haldaðu það er ekki hægt að sjá það að maður skoðar sko tölur á fylgi flokksins í borgarstjórn að það hafi batnað eftir að þú fórst. Nei, það er nefnilega svo eitthvað sem þau geta bara velt fyrir sér að því að ég var farin. En það var talið að ég hefði þessi fælandi áhrif. Þú væri aftra því að flokkurinn næði meira árangri í borgarstjórn. Já, að því ég var svo mikið að tala stefnumálin okkar sem voru of hræðileg. Þannig að ég held að þar hafi þegar verið lagt af stað í einhverja vegferð leðild orð, en það var samt, flokkurinn var farin á þessa braut þegar ég hætti. Og ég hætti að því að ég var hætt að nenna að taka þátt í þessum innri slagsmálum til þess að fá að beita mér fyrir einhverju sem var löngu samþykkt á landsfundi. Eða bara að fá stuðning við það, eða veri ekki bara skraut. Og svo bara, eftir að ég er farin, að þá ákveða þau að fara með Bjarna en fara með sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn og svo vitum við hvernig það endar. Sem var svolítið lengi í fæðingu sko. Ég man alveg eftir þessum til dæmis 2007 þá reyndi Steingrímur að komast inn í ríkisstjórn. Já, og það hefur alltaf verið ákveðin kjarni innan VG og þessi elsti kjarni innan VG sem hefur langað til þess að siða sjálfstæðisflokkin til í gegnum samstarf. Og trúðu því að það væri hægt. Sem er náttúrulega eins og einhver sko, þráður í einhverjum harmleik sko. Að okkar hlutverk er að milda hjarta Bjarna Ben, ég kalla þetta það, sem er eitthvað svo sturlað. Sko. Já. Ég hef aldrei haft trú á þessari aðferð. Ég meina, ég get alveg, og ég hef alltaf verið... Þú átt að bæta samfélagið ekki Bjarna Ben, sko. Akkurat. Og besta leiðin til að bæta samfélagið er að fjarlægja Bjarna Ben. Já, en það hefur alltaf skipt mig máli og þegar ég var í pólitík þá passaði alltaf upp á að styðja góð mál og vera á móti vondum málum óháð því hver lagði þau fram. Þannig ég studdi stundum eitthvað frá sjálfstæðisflokknum eða eitthvað frá hinum og þessum og stundum þótti fólk ég vera óþarflega höllundir sjálfstæðisflokkina því að ég var sammálunum eitthvað. Af því að fólk hélt að maður ætti bara alltaf að vera sammála sínum flokki. En það er, ég trúi því ennþá að það sé leiðin til þess að bæta stjórnmálin. Að vera alltaf á hugmyndafræðilegum forsendum, vera stundum sammála og stundum ósammála, alveg svo við erum stundum sammála og stundum ósammála, að þá get ég stundum, þú veist, tvisvar verður vitlaus klukka rétt, eða ekki, og sólarhring, eitthvað svona, að það er alveg stundum hægt að vera sammála sjálfstæðisflokknum í einhverju og þá er ég alveg til í að bara gera það
og tala það og styðja það og eitthvað. En þess á milli, ég ætla ekki að fara í samstarf við flokk sem mér algjörlega ósamála bara grunn hugmyndafræði. Nú geti ykkur svona hinum einn í flokknum sagt eins og að sko, VG hefur í grunninn til svona 2 möguleika. Það getur verið svona flokkur svipað og enhetslistinn í Danmörku sem að ætlar ekki að vera við völd. Ég svo enhetlisti myndi alveg þykja það stundum, en ég meina að það svona hugmyndin. Kannski styðja minnihlutastjórnir og ná fram þá málum sínum, en okkar hlutverk fyrst og fremst að koma og kynna mál hérna út í samfélaginu og við notum þingflokkin til þess, en við notum líka ýmsar aðrar aðferðir til þess. Það okkar hluta, við erum róttæki sósíalistar í okkar heimshluta. Hinn kosturinn þess að fara og taka óhrengast af því að taka þátt í að vera í völdunum, að búa til það leiðin til þess að ná meiru fram. Og það var kannski ágreiningur þetta í VG, en leiðin að við óttust ekki völdin, en VG búið að vera í ríkisstjórn sko ef þau klára þetta kjörtímabil, þá eru búin að vera ríkisstjórn í 12 ára á síðustu 16 frá hruni. Já. En þú veist, þetta býtur ekki á mig. Ég var í meirihluta. Ég gerði málamælinir. Ég fór inn í samstarf með 4 flokk. Við fórum í 4 flokka samstarf. Það var alveg flókið, ég þurfti að gera alls konar málamælinir. Ég alveg til í það. En ég vel mér ekki að gera málamælinir við þann sem ystur á hægri væng stjórnmálana hverju sinni. Það bara, ég reyni að finna fólk sem mér eins mikið sammála á hægt Þá segja þau. Það var á þessum tíma voru aðstæður í íslenskum stjórnmálum svo sérkennileg að þetta var eini valkosturinn. Fólk var víst orðið rosalega þreytt á að kjósa sem ég aldrei, ég upplifði ekki. Að fólk hugsaði, fólk til að kjósa í Eurovision og fólk til að kjósa allan andskotana aftur og fram og tilbaka. En ég upplifði aldrei að fólk var einhvern veginn orðið rosalega þreytt á að mæta kjörsta. Þegar þau mynduðu þessa ríkisstjórn, 2017. Þá stóð þeim til búið, þá hefðu þau geta myndað meirihluta með sömu flokkum og voru hinum megin við vonarstrætið. Það hefði geta verið VG, Samfylking. Þá hefðu þurft Framsókn ekki. Framsókn og Píratar. Það segir fólk í VG. Framsókn bara vildi ekki fara í þessa stjórn með einsmanns meirihluta. Einmitt. Þú veist, og það bara, og það greinir okkur á. Þú veist, ég á því og eins og við gerðum eftir kosningarna 2014, þá vildi ég frekar fleiri flokka og meiri málamælinir. Heldur en að vera með færri flokkum og gera minni málamælinir. Þannig að þú ert ekki að neita því að það sé að fara leið, að taka þátt, að sitja við borðið. Alls ekki. En þú bara að segja að þau fóru þá leiðina og þau fóru hana svo langt og í svo miklar vegvillur að þau eyðilögðu flokkinn. Já, þetta snerist bara ekkert það að vilja gera málamælin eða vilja ekki gera málamælin. Þetta snerist að fara í samstarf við stjórnmálaflokk sem að hefur haft höldin og taklinnar í öllu stjórnarsamstarfi sem hann hefur verið í gegnum tíðina. Hann hefur alltaf náð öllum sínum málum fram og þau mál og svo hugmyndafræði sem sá stjórnmálaflokku byggir á vond. Hún bara algjörlega ósamrýmanleg fyrir hugmyndafræði sem að VG byggir á. VG var stofnað til mótvægis við þessu. Það var bara þannig. En hitt svo aftur með að eins og enhetslistinn hefur gert og margir flokka, kvennalistinn valdi nú að fara ekki inn í ríkisstjórnarsamstarf á sínum tíma og sósíalistaflokkurinn gerði það einmitt núna 2016. Það var svona aukaflokkur sko. Það 2018, þá velur Sanna að fara ekki í meirihluta viðræður. Það var náttúrulega hort á þannig sko að það sem ég held að veri VG og Píratar sem sóttust eftir því. Það voru hinir flokkarnir sem voru að semja sóttust ekki eftir því, þannig að það var aldrei vita hvað var í því. En það var til þess að verða svona að fá skjól af sósíalistunum að hafa það væri betra að hafa það inni heldur en úti. Og það var alveg augljóst að þetta var ekki til raunverulegra áhrifa. Ég held að það hafi verið matið sem að lága þessu, þetta var bara skraut. En ég meina, þú veist, ég bar bara mjög mikla virðingu fyrir þeirri ákvörðun Sönnu á þessum tíma. Jafnvel, þú veist, þó að ástæðunar hefðu getað verið margar, að þá það líka leið sem hægt að fara. Að vera ekki í meirihluta. Sem sósíalistar verða alltaf að vera tilbúinir að vera. Já. Því að þú veist og VG hefði þurft að vera tilbúið að vera á þeim tíma sem að þau voru. En þú segir að það ekki hægt að endur þessu. Komin ofnálagt, forsætisráðherrastóllinn, það var þarna persónlegu metnaður, það var þarna gömul hugsjón gömlukallana að einhvern veginn vinna með sjálfstæðisflokknum. Það voru alls konar ástæður sem að búa baki því að VG endaði á þessari bara ómögulegu leið sem að drap flokkinn
bara alveg. Já, þú fórst og það fóru margir og voru enda margir farnir þarna áður. Ég var farin áður. Sko. Það voru margir sem voru farnir, sko, já, fyrir þú fórst áður. Það voru margir sem fóru líka í tímabili vinstristjórnarinnar. Já. Og ég, einhvern tímann, googlaði ég bara, hætt í VG og hættur í VG og safnaði saman listanum. Já. Og þá þetta náttúrulega hópur af fólki sem allir myndu vilja hafa inn í sínu flokki. Já. Og Guðmundur Ingi kom hérna á 50-daginn og var í spjalli. Og hann hefur trúið þess að þetta endurreisa VG og ég var að spyrja hann, hvað er VG? Já, horfir á það sem sko flóttafólki líka, sko. Er það lækningin á VG? Er VG það sem að VG, allir eru farnir, nema þeir sem eftir eru, bara bönkarinn og jáfólkið. Eða er VG allir sem hafa farið, meðal annars þú? Þannig að væri það leiðin til þess að endurreisa VG var að reyna að safna saman fólkinu og búum til VG eins og hefði geta orðið. Er það raunafleið? Ef að Guðmundur Ingi myndir hringi í þig og segja nú ætlum við að búa til... Ég var að vona að það spurt hann að þessu. Ég spurði hann að þessu. Já, og hvað sagði hann? Hann fór frá þessu, sko, reyndi að fara, en hann skildi alveg, sko, að VG í dag þarf ekki að vera sko rótið og þess að fara að sækja ræturnar hvað við gerðum og þá gangast við ykkur og svo náttúrulega mjög fljótlega þá eiga því erfiðleikum með það og hann byrjaði mjög fljótlega hljóma eins og Katrín Jakobsdóttir gerði alltaf í þingi þegar það var að vera gagnrýna að hún gerði ekki nóg þá þuldu bara listan yfir það sem hún hafði gert þannig hún var hann eins og við vorum að lýsa áðan hún horfði bara aftur en neitaði að horfa fram það sem var ógert sem náttúrulega ekki leið til breytinga Þannig hann spilaði þarna á milli. En bara til að svara spurningunni, þú veist, hvort að ég gæti á einhverjum tímapunkti með einhverjum hætti orðið hluti eða einhverju endurreisn VG? Nei. Ekki? Aldrei. Nú, ef ekki að koma og ég menna, það eru hljómsveitir sem hafa hætt og menn hafa slegist og svo kemur reunion og þeir taka eitt túr heiminn. Já, þeir hafa kannski ekki verið, þú veist, algjörlega ógaggrinir á þjóðarmorð í Gaza, þeir hafa ekki vísað fötluðum börnum úr landi, þeir hafa ekki, það sem að VG hefur gert á þeim tíma sem að þau hafa verið í ríkisstjórn, samþykkt og stuðlaðað, það er bara ekki hluti sem ég get verið hluti af. Já, ég spurði einu sambandi við svona Samherja. Þegar við vorum að undirbúa stofnun Sósíalistaflokksins, þá fór ég og talaði við fólk í VG, Pírötum, Kvennalistan, gamla Alþýðuflokknum, fólk sem hafði tekið þátt í svona búsáldabyltingunni og eða bara alla sem hafðu verið einhvern veginn, það sem var svona hugsjón um að breyta samfélaginu. Og svo ég bara að spjalla reynslu fólks og að sömuleyti var ég bara að reyna að átta mig á því hvort það væri eitthvað svona struktúralt að uppbyggingu flokkana og til dæmis áttaði mig á ýmsu sambandi við sko völdfórustunar og grasrótarinnar og sem er oft helstu einkenni þess að þessi flokkar deyja. Það sem kom mér mest á óvart í þessu samtölum var það að fólk hafi staðið í alls konar baráttu en sárin sem að gró ekki og sárin sem að fólk gengur með eru sárin eftir Samherja. Erst þú með svona? Já. Og þetta svona, þetta eru sári sem bara gróa illa. Já, þetta var bara mjög sásökufullt og já. Þið eru bara illtir í þessi tala um þetta. Já. Þetta er raunverulegt, þetta er eins og svik þess sem þú treystir á, sem allt í einu særi þig. Já. Það var einhver sem að sagði við mig þegar það tók mig langan tíma að vinna úr svo ég er svo smygt en þá alveg búin að því, ég veit ekkert hvort það mun einhvern tíman klárast en það var einhver sem að sagði við mig að sko mín stærstu mistök í pólitík hafi verið að vera alltaf eða trúa því alltaf að ég gæti treyst samherjum minn og þú veist, að vera alltaf að vonast eftir því að fá þeirra stuðning og geta treyst þeim. En er það ekki bara skárri staður að vera á og vera svo svikin? Heldur en að vantreysta öllum fyrirfram? Já, eða taka þessu bara sem hverju eru hundspiti, að það sé ekki öllum treystandi. En þetta var allavega, ég veit ekkert hvað er rétt og ég veit ekki hverju ég myndi ráðleggja fólki sem að vera að fara inn í pólitík, öðru en að vara því við, að þetta er sárasti hlutin af því að vera í pólitík ef svona hlutir koma upp
og það gerðist alveg ítrekað og var í rauninni... Ekki bara í VG, þetta líka, ég hef orðið varfið þetta í konum úr kvennalistanum og ýmsu sem að þar tengdist. Það unnu samt öðruvísi úr því og öðruvísi með það. Því ég þekki það líka, sko. Og þar hefur verið unnið úr hlutum sem að þó það hafi tekið langan tíma með öðrum hætti. Og þarna spilar kannski inn í að VG náttúrulega byggt á svo mörgum ólíkum stóðum á meðan þær höfðu grunn hugmyndafræðina til þess að saminast inn í end, sko. Að þá ég sé bara mjög falleg uppgjör hjá konum eftir það. Já, við lærðum líka margt af kvennalistanum, til dæmis það að svona tala sér niður á niðurstöðu, ekki vera að flýta sér á mikið. Ég meina, það munar okkur ekkert að tala þetta í eina viku viðbútt til þess að þú sett sátt við þetta. Það miklu betra að þú sett sátt við niðurstöðuna þegar endanum kemur. Það margt svona sem að í kúltúr kvennalistan sem við lærðum, sko. Já. En svo líka mjög margt sem að þið hafið örugglega tekið með úr til dæmis VG að það sem bara mjög þekkt sögnin að ömma. Það rosalega auðvelt að ömma fólk taka viku í það að láta einhvern sætta sig við eitthvað sem hann ekki sáttur við. Þannig að þú veist, það alveg það eru hlutir sem eru líka notaðir, sko. Fyrst þú ömma á þig? Ömmi var nú svo sem ekki sjálfur í þetta því. kennt við hann? Já. Það voru gerðar mjög margar tilraunir og auðvitað var það var fullt af hlutum sem ég gerði ekki en hefði viljað gera af því að ég var hvað ég að segja, það var dregið úr mér. Já, sumt þetta kannski að sætta þig við, ekki? Það ekki alltaf þannig að þú er búin að fara yfir það. Það stundum ámar að velta fyrir sig hversu langt ég fer yfir styrkir. Algjörlega. En stundum var það þannig að það var eitthvað sem ég hafði bara algjörlega sannfæringu fyrir að væri gott og ég ætti að gera en gerði ekki og ég sé eftir að hafa ekki gert. Svo hlutir það sem var reynt að stoppa mig og reynt að láta mig gera eitthvað sem ég gerði ekki og er glöð með að hafa ekki gert. Þannig að þú veist, en tilraunirnar til þess að halda mér innan einhvers ákveðins ramma voru stöðugar, samfleitt allan tíman á meðan ég var þarna. Af því að þú varst svona skraut, að þú varst þarna vegna þess að þú áttir að vera með svona vísun inn í grasrótina og hvað flokkurinn vildi vera. Já, þau vildu hafa mig, en þau vildu alls ekki og alls ekki að ég fengi að leika of lausum hala. Það var alltaf æskilegra að ég væri í öðru sæti heldur en fyrsta. Já, af því að þú myndir eyðileggja flokkinn. Já. Ef við værum með of mikið af svona fólki, of mikið svona eld og engan aga yfir þessu og til þess að stýra þessu, þá fyrir þetta allt í vitleysu. Já, og við myndum líka bara fæla fólk frá okkur. Já, þú ekki trúað þessari aðferð. Nei. En hún rosalega rík, sko. Já. Hún það. Og ég meina það bara eðlilegt. Við erum alltaf það lögga yfir ríkisútvarpinu til þess að halda kontról á starfskrafgera fólkinu, annars verður bara allt í vitleysu. Já. Það oft settir svona ykkur yfir skólana svona, sem eru að halda, svo kennararnir fara ekki ykkur vitleysu. Þetta rosalega rík hugmyndum að það sem drifið áfram að hugsun og svona ákefð, að það sé raunverulega hættulegt. Já. Fólk bara ekki nógu róttækt, sko. Herðu, varðandi VG, það sem sagt í svona kjaftaþáttum, kannski ekki mikið hér, hægriði komið svo mikið af svona kjaftaþáttum. Það sagt, sko, Svandís mun taka VG, sækja aftur í rætunar og endurræsa flokkinn. Og ég það eitthvað við þetta sem að mér finnst ekki passa, sko. Þú efast þetta sé bara yfirleitt hægt. Ég held að sé þannig að Svandís átti sig á því hvað þetta rosalega mikil vinna og líklega þetta svo löng vinna og mikil vinna að á endanum ykkur allt annar uppskera heldur en Svandís. Og ég ekkert á því að Svandís mun ekki gera það. Ég held að bara hendinu það ekki. Nei, ég veit ekki. Hvað heldur þú? Þetta að Svandís verði næstu formaður ekki? Nei, ég held ekki. Guðmundur Ingi? Já, einhver. Eða bara einhver nýr? Einhver, Stabbi Páls. En til þess að þá þyrfti að vera svona einhver vilji, Stefán Pálsson geti ekki gert uppgjörð við tíma Katrínar Jakobsdóttur. Nei, ég held að þau skilji ekkert að þú veist, það ekkert, þú veist, ég held að þau haldi í alvörinu að sé bara nóg að segja sorry og þú veist, búa til einhverja ályktun, þú veist, og rífast yfir kommusetningu í einhverja ályktun og flokksásfundi og segja svo, já, við erum búin að.
ég held í alvörunni þetta bara eins og þegar maður ætlar að biðjast afsökunar á einhverju, maður ætlar að breyta einhverju og þá þarf maður að gera það af einlægni og maður þarf að skilja hvað það sem maður gerði rangt. Þetta fólk ekkert að skilja það. Okay. Við höfum búin að tala alls konar, fólkið þitt og feminisma og pínum Holland og finnst þér leiðilegast að tala VG eða þessu sem ég bóði upp á? Finnst þér það erfitt eitthvað? Já, mér finnst það mjög erfitt, mér finnst það alltaf erfitt en það samt ógeðslega mikilvægt, það ákveðin þerapía í því að gera og ég geri það ekki oft sko. Ég alltaf að reyna að passa með að vera ekki að hljóma ekki sem bitra konan en svo á móti kemur þá hugsa ég, bitu, má ég ekki bara vera bitur? Akkur má ég ekki vera bitur? Þú upplifið að þú hafi verið svikin af þínum félögum? Já, ég bara upplifið að já, það alls konar og ég meina við klárum það ekki til þessum þætti en það sem eiginlega leiðilegast og ég sagði það oft í svona hálfkæringi þegar ég var í VG sem að var samt staðreynd að ég gekk í VG, ég hafði alltaf mesta trú á kvennalistanum, kvennaframboðinu, mér langaði til að vera þar, ég var bara ung. En ég ákvaði einhverjum tímapunkti að fara inn í VG því það var sá flokkur sem ég taldi feminisma eiga skásta leið inn í. En ég hafði ekkert sérstaka trú á því að feminismi ætti upp á pallborðið hjá hefðbundnum stjórnmálaflokkum. Það að fara í VG og það að taka þátt í starfinu var tilraun til þess að taka þátt í hefðbundnum stjórnmálaflokki með feminisma sem megin hugmyndafræði. Það virkaði ekki. Svo þetta löng, 13-14 áraðan inni. Já, ég gerði mitt allra besta og ekki bara ég, þetta voru við margar en við erum allar hættar og þetta virkaði ekki og það kostaði mig burnout og bara mjög erfiða tíma. Eitt að vera svona særið af samýrum en svo náttúrulega hefur fengið á því alls konar guðsur bara út úr samfélaginu. Það verður notað alls konar aðferð til að þakka niður í þér. Já. Og það miklu minna mál, og ég er löngu komin yfir það og líti rauninni bara á það sem eitthvað sem að ég lifi með og hjálpar mér að standa með konunum sem að verða fyrir þessum guðsum í dag. Og það ógeðslega mikilvægt og ég til það vera og við Hildur Liljendal höfum einhvern veginn sammælst það að við munum aldrei láta konu standa eina eins og við vorum látnar standa einar. Þannig að við höfum passað upp og að vera með öfgastelpunum í liði, vera með öllum þessum konum sem að eiga það á hættu að einhvern veginn vera í þessari brothættu stöðu fyrir feminismann sinn. Að Edda Falag, Vítalía, allar þessar konur sem hafa einhvern veginn verið rosalega vulnerable, óreindar einhvers staðar, að þar eru við til staðar. Og það einhvern veginn það sem að allar þessar guðsur hafa kennt mér, að það mikilvægt að við stöndum með konunum sem verða fyrir. Mikilvægt að hlutur ekki kannski sá sem að stígu fyrst upp og segja nei, það held ég nú ekki. Eitthvað. Alveg sama hátt og kannski þú ert að leggja fram eitthvað jákvætt að þá getur verið mikilvægast að það eitthvað taki undir. Að vera the first follower, það skiptir máli. En ég held að þetta sé rosalega lítið atriði en það sem að við höfum kannski ekki talað um að þetta búið að vera svolítið mikið svona eitthvað bara hvað ég hef átt erfitt og hvað þetta sé allt saman ógeðslega hræðilegt og hvað við höfum erfitt uppdráttar og eitthvað að þá það nú bara svo geggjað hvað ég fæ í dag mikið af hrósi og mikið af stuðningi og mikið af fólki, ég var í jarða fyrir á þriðjudaginn það kemur til minn ókunnu kona og segir bara ég veist það mér langar til að segja þér hvað ég þakklátt fyrir allt sem þú hefur gert og þetta gerist svo oft og ef ég í gamla daga þá fór ég helst ekki út á kvöldin þegar fólk var orðið fullt af því þá fór það að ráðast á mig í dag fer ég ekki út þegar fólk var orðið fullt af því það fyrir alltaf, mér líður eins og ég sé popstjarna og það bara geggjað líka og ég meina samfélagið hefur breyst bara svo við lítum aðeins líka í baksýnisspegilinn ég hef gert mjög mikið gagn og við sem höfum verið að standa í þessari feminísku baráttu við höfum náð rosalega miklum árangri varðandi fjölbreytileika, varðandi það að tala saman sem ólíkir hópar. Ég meina þegar ég var í feministafélaginu í gamla daga, við vorum alltaf á óaðgengilegum stöðum, við spáðum aldrei fátækakonur, við spáðum aldrei innflytjendakonur, þetta voru bara konur að tala við konur eins og mig, skilur við vorum bara að tala um okkur. Við höfum lært rosalega mikið, feminismin hefur þroskast brjálæðislega, hann auðvitað ekki fullkominn, en það hefur alveg rosalega margt breyst, rosalega margt gott gerst. Sem að frábært og bara grunnur að auknum, hvað maður að segja, aukinni starravinnu og minna átaflögi og meiri áhrif.
Þetta er náttúrulega sko hvenna við förum bara frá ömmuðinni sem að kom með barnið til Íslands að þá er þetta náttúrulega alveg ótrúleg umbylting svona í bara húmanískri baráttu að lyfta upp mannskepnum til réttinda og virðingar. Já. Þetta er bara eiginlega stórkostlegt. Já. En eins og hún þurfti að taka ákvörðun hvaða leið hún ætti að fara sem væri best fyrir sig og barnið sitt og samfélagið að þá er það eitthvað sem við munum alltaf þurfa. Þetta er stöðugar ákvarðanir sem við þurfum að taka það hvenær við erum til í næsta slag og reyna að meta hversu harður hann verður og hvernig við tæklum hann. Já, og taka hann, ekki vera að horfa bara í baksinspeilin. Nei, akkurat. Já, verður Sólveig. Takk fyrir að koma hingað við rauðaborðið og leyfa okkur að kynast þér aðeins. Sömuleiðis. Takk. Og ykkur þakka ég kærlega fyrir sem hafa staldra hérna við og hort eða hlustað. Bendi ykkur á að það er helgardagskrá framundan. Hér seinna í dag verður svona úrval úr þáttum vikunnar og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils, alltaf ekki síðasti þátturinn áður við förum í svona stutt sumarfrí. En þetta er búið að sinni og ég segi bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.